Herru, verið sæl og velkomin í Alkastið sem í boði Þvottahúss samsteypunar. Þvottahúsið svo í boði Betri Daga og Andri Iceland. Það nýr sponsor sem við ætlum að kynna létt hérna áður við byrjum spjallið. Betri Dagar selja vítamín og fæðubótarefni í hæsta gæðaflokki. Betri Dagar netverslun og hefðbundin verslun upp í Urriðaholtsstræti, held ég 24. Og selja bætiefni og snirtivörur í hágæðum, CBD og alls konar vítamín og stöff. Og þessi vítamínlína, þessi Life Extension, út með þetta hana, þetta þetta Life Extension, þetta þetta magnesium sem að þú átt að fara að dæla í þig. Þetta þau nota aðeins bestu mögulegu innihaldsefni sem fengin eru víða úr heiminum og 99% af vörunum framleitt í Bandaríkjunum. Gæðaeftirlit í hæsta gæðaflokki og gegnsæi, það eitthvað sem hægt að treysta á. Og þá þetta magnesium. Ég er búinn að vera með þetta núna. Þetta eru svona gummy bears. Þetta eru hlaup. Ég að taka 4 svona fyrir svefnin. 4? Já. Gestirinn okkar hérna eftir, hann getur kannski svona eitthvað aðeins frætt okkur mikilvægi magnesium. En þetta lífsnauðsynlegt steinefni sem bætir minni, styrkir hugræna virkni og ekki veitir af. Já, en það allavega, eins og Siggi segir við mig, það ekki öll, magnesium ekki bara magnesium. Og eins og hann talar með gamla fólki, því sagt að taka magnesium og svo byrjar að taka magnesium og daginn eftir það bara með króníska drullu bara, og engin botnar neitt í neinu, En þetta á að vera eitthvað svona nánast laust við þetta, eitthvað svona, ræpu efnið, ekki hvað heitir þetta efnið? Xylitol? Nei, heitir eitthvað annað, ég man það ekki. Þetta allavega, þetta Neuromac, þetta sérstaklega sniðið með upptöku í huga og henta því öllum og ég ekki með ræpu en ég búinn að vera að sofa eins og ég veit ekki hvað, Og talandi að sofa eins og ég veit ekki hvað, þá ég líka búinn að vera að sofa með munnplásturinn sem ég fekk frá Andra Iceland. Já, það? Já, núna í nokkra vikur. Því konan hótaði skilnaði, literally. Hún tók vídeo af mér, sem sagt bara Er það ekki vísbending og talir og mikið eða bara svona yfir daginn? Er þetta ekki með þetta á daginn líka? Nei. Ekki svoleiðis á. Ég ekki með þetta á daginn, þá verði ég lagður inn, En ég hrít svo mikið, Og hún bara, ekki búin að sofa í mörg ár og þannig ég fór að sofa með henni plástur og ekki bara það, ég náði að bjarga hjónabandinu, heldur ég að sofa, no joke, miklu betur með því að, ég veit auðvitað hvað neföndun gerir fyrir þig. Ég að fá miklu meiri súrefni inn í nóttina. En já, allavega, við ætlum að kynna það er nýr spons, það er Andri sem fluttur í Rauðagerði, númer 25 sem sagt. Andri stofnandi Andri Iceland, umbreytandi vellíðunar og heilsu þjálfunarstöð þar sem áhersla lögð á að miðla ávinningi kuldameðferðar og öndunaræfinga, hugarorku og hreyfingar meðal annarra sannreyndra mind-body aðferða. Eftir að hafa notið innblástus af beinni kennslu frá heimsþekktum höfundum eins og meðal annars Wim Hof, þjálfurum og kennurum á sviði mind-body tækninnar hefur Andri orðið að helsta úrræði þeirra sem sækjast eftir umbreytandi þjálfunar upplifun sem á sér enga líka. Það er einfaldlega algjörlega einstakt sem fólk upplifir það að dýpka skilning sinn á öndun, ögra gömlum skoðanaminstrum og fara ofan í ískalt vatn. Þetta er einföld leið til að endur uppgötva getu þína til að ná stjórn á sjálfvirkum streitu viðbrögðum og læra að vera í lagi, sama hvað. Þetta er eins og að læra að finna innri kyrrð í auga stormsins. Þetta er hætt að væla, konda kæla. Já, þetta er sá. Já. Ég fengi að kynnast honum aðeins, hann er geggjaður, Ég hef séð hann vinna með mjög veikum mönnum og það sem hann náði að bara forða mönnum bara frá mjög hættulegum aðstæðum, það sem við vorum að tala fyrir viðtalið bara, maður hættur að anda, meldi ekki inn í klessu og hann leggur manninn á gólfi fyrir framan mig og klukkutíma snerting, hann hristir hann og kemur honum í takt með öndun og nota mikið hljóð, hann ómar talar við hann í ákveðinni tíðni, þetta var alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu, En hann er sem sagt með alls konar workshop, námskeið og svona staka tíma. Þetta er sem sagt bara Andri Iceland .eitthvað. Þá er þetta að fara á skrá sig þar inn. Og við erum á leiðinni þangað. Þokkalega.
þokkalega, en allavega Hafsteinn Ægir Geirsson, hjólreiða og siglinga mógull, velkomin í Alkastið. Takk fyrir það. Þannig að notaru ægir? Ég væri alveg til að nota það meira sko. Það langt flesti kalla mig Haffi. Mamma mín kalla mig Hafsteinn og yfirleitt Hafsteinn Ægir og notar bæði nöfnin og ég hef oft spáði kannski ætti bara að nota Ægir líka, bara, veist, Ægir. En nei, það Hafsteinn meira nota heldur en Ægir. Hvað þýðir aftur Ægir? Ég sjáaguð. Já, og þú náttúrulega hálfgerður sjáaguð. Hafsteinn Ægir. Hafsteinn Ægir. Já, og ekki Geir eitthvað líka, Geirsson, það eitthvað líka. Þú aldrei sokkið eins og steinn, þú aldrei hvolft bátnum og nánast drukknað. Ég hef nú oft lent í alls konar vandræðum á bát sko, en ekkert eitthvað svona kannski sem ég get, ég einu sinni týndist á skútu á leiðinu frá Vestmannaeyjum í þoku. Nei, við vorum reynda nokkur saman og endum undir Krísjökubjargi, en það reddaðist nú endan. Varstu þá á stóru skútu? Já. Þú hefur líka verið að sigla þeim? Já. Ég og Íslandsmeistari til á því líka sko. Já, þú meinar maður. Já. Það bara allt sem var með seglum, ég sigldi á því sko. Og væri raun og verið alveg til að eiga eina skútu í dag sko. Þú hefur aldrei átt stóran bát? Nei, aldrei. Ég hef haft aðgang að bátum í gegnum tíðina. Það ekki lengur. Nei. Ég átti einu sinni 6 skútu, 28 feta. Var búin að segja fyrir því? Nei. Ég tók henni í nefið. Hún var geggjuð og ég sildi í nokkur á sko og fór hún ekki langt, ég var bara við hérna í Öresundinu og þar sko og svo vestnaði bara ástandið og ég endaði að taka henni niður. Geggjuð saga, en sorry. Þú áttur í alvörinni bát? Já, keðið með tech-dekki maður. Já, með tremastri maður, geggjaður. Ég með pungapróf og útafsiglingapróf, ég offshore yacht master. Það vel gert. Já. Það meir en ég. Já, það. Já, en svo kann ég ekkert að sigla þannig sko. Nei. Það var bara allt eitthvað rugl. Ég reyndar ég fór að vinna í siglingaklúbbnum í Nauthólsvík í 6 vikur, 3 ár síðan. Akkurat 3 ár síðan og þá fór ég aðeins að fikta á bátnum sem ég keppti á og þetta var bara ég var ekki búin að snerta hann þetta var í 2-3 ár síðan og ég var ekki búin að snerta hann síðan 2004. Var þetta svona laser? Já. Og þetta var bara eins og ég hef aldrei gert neitt annað sko og bara allt super smooth og ótrúlega skrítið og við tölum oft vöða minni hvað líka minn hvernig man hann þetta þetta svo mikla fínureyfingar sko ég var bara alveg með þetta á hreinu sko kannski eitthvað pínuleg ryðgaður ef ég færi að keppa high-end keppni en þetta var ótrúlega skrítið að setjast í bátinn og bara þetta var alveg ég var alveg með þetta ennþá. Já, ég man eftir þessu sko þegar ég var að læra mannfræði hérna í gamla daga sko, þá var einmitt talað sko þetta einmitt nákvæmlega í sambandi við sjómenn að það sko talað svona líkamnaða þekkingu. Þetta svona embodied knowledge. Já. Þar sem að sko þú bara tekur eftir því sko hvernig þú kannski bara ferð út á bát og þú ert bara sjóveikur og líður bara hrikalega og vilt bara stökkva í sjóinn og deyja en síðan bara, þú veist, eftir einhver tíma að þá bara aðlagast líkaminn að þessum aðstæðum og bara svona tekur þetta inn. Já, þetta líka þegar við heyrtum stíga ölduna, þetta svona þeir sem eru óvanir, maður sér það á sérstaklega á stórum skútum þegar þeir reyna að labba. Já. Það gengur rosalega illa, en þeir sem eru vanir, þeir labba bara eins og þeir séu að labba á landi sko. Já. Og þetta eitthvað sem þjálfast og þetta eitthvað sem gleymist ekki sko. Ég held að þetta erfist mér ég hugsa sko, þetta situr í frumum sko. Ég til dæmis pabbi minn var á sjó og allir í kringum mig hafa verið á sjó eitthvað tíman og ég held að ég hafi fengið eitthvað frá þeim vegna þess að ég hef aldrei verið sjóveikur og ég veit ekki hvað sjóveiki ég hef eins og orðið sjóveikur, ef ég get kallað þannig eftir að ég kom í land út af sjóriðu ef mér leiði skringilega eftir að hafa verið heilan dag út á sjó þannig að ég held til dæmis að þetta geti alveg gengið í ættir sko. En þú ert með aðgengi að bát í dag, þú getur allt svo farið og sér ég gæti það hugsanlega, já
ég kannski ekki í stóra skútur vegna þess að það er náttúrulega orðið meira vesen að ég er ekki með réttindi á hvað er það, 7 metrar ég má sigla skútu upp að 7 metrum. Eru menn eitthvað að pæli því? Ég held ekki, en það er kannski bara eins og með bíl, þú getur alveg keyrt bíl en þú lendir í árekstri og tjóni þá náttúrulega ertu ótryggður, það er sama með skútuðnar. En þeir eru aldrei langað til þess að fara bara að gunna bara eitthvað niður Miðjarðarhaf og bara búa í bát og vera svona meira á flakki? Nei, það hefur ekki ennþá allavega, það er svona ég væri alveg til í að vera einhvers staðar þar sem er gott veður að sigla á skútu en ég sæi ekki fyrir mig til dæmis að vera með ungt barn eða fjölskyldu borð í skútu að brasa eitthvað sko. En fólk gerir það? Já, ég fylgist með mörgum á YouTube sem eru bara lifa bara á þessu, eru að flakka heiminn með nýfætt barn eða jafnvel 2 nýfætt börn siglir Atlantshafið og maður er bara hvernig er þetta hægt sko, ef að með börn, maður er alltaf hræddur í kringum börnin sín, sérstaklega þegar þau eru ung ef þau fá hita eða eitthvað þú ert auðvitað miðið Atlantshafið, hvað ætlar að gera? Já, maður finnur, ég man eftir því sko, mín tilfinning, þetta er ekki blóðinu mínu og ég hafði aldrei siglt á það, mér fannst ég finna fyrir svona oft á tíðum svona nettum kvíða og svo miklum vanmætti sko, í þessari aðstæðum sko. Já. Þú ert að díla við svo rosalega krafta sko, og það má einhvern veginn ekki út og bregða, þá ertu bara basically fucked sko. Já, ég nefnilega sko ég hef aldrei skynjað þessa upplifun sko, ég hef aldrei orðið hræddur út á sjó. Nei. Sem er kannski ég hef kannski oft lent í aðstæðum þar sem ég hef verið búin að koma mér í vandræði en ekki tekið eftir því. Nei. En ég hef aldrei farið samt neitt ógætilega eða verið eitthvað glæfralegur. Ég hef alveg skynjað aðstæður að þær séu orðnar hættulegar. Þannig að ég hef ekki verið eitthvað að glannast neitt sko. En ég finn ekki til allavega ég gerði ekki, ég veit ekki hvernig þetta væri í dag sko. Ég finn ekki fyrir hræðslu út á sjó. Nei. En ég geri mig grein fyrir því að krafturinn á sjónum er gríðalegur. Ég man eftir því að ég áttaði mig á þessu þegar ég var að leika mér að surfa á kajak. Surf og surfbrett er eitt, en þú surfar á kajak og þú lendir í fjöruborðinu og aldan er að hvolfa þér. Og þú ert lokaður í kajaknum. Já, og þú ert undir bátnum og færð öldu ón á bátinn. Þú getur ímyndað þyngdina sem kemur ón á þig. Þetta eru fleiri 100 tonn sem bara beint ón á þig. Þá fattaru hvað þetta er mikill kraftur í þessu. Ertu þá svona straumkajak? Já. Hann undan langt síðan við vorum að stunda það. Við vorum alls konar brasi á kajakum þegar ég var að sigla. Við höfum náttúrulega aðgang á kajakum líka. Við vorum að fara fram að litlum fossum og náttúrulega í þessum straumám og surfa og það var mjög gaman sko. Þetta er þá væntanlega einhvers staðar í útlöndum? Nei, hérna á Íslandi. Hérna? Já. Og hvar ég hef aldrei siglt á kajak í útlöndum sko. Bara við höfum verið að surfa bara það sem fólk er að surfa í dag, Þorlákshöfn og svo bara árnar, Hvítá og þessar klassísku ár sko. Já. Sko, það er allir hérna háði boðefnum. Ert þú boðefna hérna fíkill eða svona, ertu adrenalín kall? Ég kannski, í dag er ég kannski háðastur endorfíni, ef maður getur sagt það þannig. Eins og að tala hérna með hérna kaldapottin, að hvað þetta gerir fyrir mann, að þú getur eiginlega það er allir sem fara í kalt bað og ná að venjast í, allir þeir sem að komast upp með að vera ón í köldu vatni á þess að fara að væla að þeim líður vel eftir á. Það er eitthvað sem gerist sem að þeir byrja að tala meira og þetta er eins og það sé endorfín framleiðsla í vatni. Lifnar yfir fólki. Já, lifnar yfir fólki. Og það sama gerist fyrir mig í íþróttum er að mér líður vel á eftir og ég oft tala það að ég væri sennilega á einhverjum töflum frá lækni ef ég væri ekki í íþróttum og ég er alls ekki að segja að töflur séu eitthvað slæmar fyrir sumir þurfa að bara halda sko. en ég held að læknar til dæmis í dag geta alveg sagt bara þú verður að hreyfa þig meira eða fara í kaldbað eða búa til hvað heitir þetta, recept á hreyfingu eða kaldabað. Af hverju heldur þetta sé ekki gert? Þetta er náttúrulega svo að segja, þetta er alveg galið að hreyfing og svona bara lífstilsbreytingar sé ekki teknar meira inn í jöfnuna.
Ég veit það ekki, alltaf sé ekki bara ég veit það ekki, kannski Þú veist, það er 40% af Íslendingum hérna bara á einhverjum geðfráviks lyfjum, skilur við, og samt allir bara eitthvað í mólum, sama hvað þið gleypa á pillum. Ég var náttúrulega að vinna með fyrirtæki þar sem að ég og kona mér áttum fyrirtæki sem að svona hjólaþjálfuna fyrirtæki, þá vorum við með stúdíó með 40 inn í hjólum og ég var að þjálfa klukkan 6 á morgnana og þú getur ímyndaði hvernig fólk lappar inn í salin 6 á morgnana. Það er bara nývaknað og sömu pirraðir og illa áttaðir út að þeir eru nývaknaðir en þegar fólk lappar út það er allir með, það er allir inn í salnum þegar verið að teygja síkjaftandi og superglaðir Með fókus. Já, af hverju það? Það var enginn að taka töflurinn í salnum hjá mér sko. Á meira þess að læknir hjá mér í þjálfun hann sagði, af hverju er ekki gert meira úr þessu? Af hverju erum við ekki að senda fleiri kúnna hingað? Hérna læknar, af hverju erum við ekki að ávísa þessu? Þarna getur við bara búið til góðan dag hjá fólki sem væri annars að vakna bara og fá sér sterkan kaffibólla og einhverja töflur sko. Það er náttúrulega líka bara sko framtakið þú veist, það er miklu meira krefjandi og þú veist, krefst bara þú veist, aga og hérna, þú veist, smá hörku einhvern veginn að standa upp klukkan 6 og fara að hreyfa sig í staðinn fyrir að, þú veist, bara poppa einhverja pillu og einhvern veginn fá það á tilfinninguna þú veist, ég er að taka ábyrgð á heilsunni hérna. Já, það er náttúrulega þessi quick sem við erum alltaf að leita af sem er búið tróðin í hausinu á okkur að hérna, sé málið að ef við þurfum að léttast þá eru teknar eitthvað töflur og eitthvað svoleiðis ef við þurfum okkur þarf að líða betur og bara til töflur í því en það er líka til aðrar aðferðir sem að ég er ekkert að segja að töflurnar séu algjört drasl sko, og sumir bara þurfa á því að halda það má ekki miskilja að ég sé bara á móti töflum og bara sumir verða að fá einhverja töflur en mjög margir ég ætla kannski að segja langflestir gæti alveg komist ansi langt með að bara hreyfa sig sko. Bara göngutúr gæti bjarga ótrúlega miklu kalt bað sem er ótrúlega aðgengilegt á Íslandi það er að komast í kalt bað allstaðar og jafnvel bara fara í sund ekkert endilega fara í kalda pottin fara bara í sund og hitta félaginn í pottinum eins og bara gamla liði sem hittist í Vesturbælug ímyndi ykkur hvað myndi gerast ef að þeir myndu taka þetta af þessu fólki Þetta eru ótrúlega lífsgæði sem við Íslendingar búum við hvað var það sundlega sko? Já, þetta er bara eins og í COVID þegar sundlegarnar voru lokar bara ímyndi ykkur vanlíðan hjá gamla fólkinu sem hafði þetta sem startupið á deginum var að fara í sund og spjalla við félagann og láta sér líða vel og líka bara eins og hefur komið fram margoft hjá alls konar sérfræðingum er að við kallmenn í dag við erum ekki með neina snertingu við erum hættir að snerta hvern annan og þá er ég ekki að tala um eitthvað pervertíst eða kynferðislegt bara, snerta bara, haldi í öxlina á okkur hvernig hefur það í dag maður finnur það bara strax bara, vá, þetta var rosa notalegt að tala þessa mannesku en þegar ég reyni að gera þetta sjálfur, alltaf meira og meira er að, ég er að tala við að grípa um öxlina á honum og hvernig hefur það í dag og á njóttu dagsins og út af því að mér líður betur og honum líður pottið betur líka sko Það hafa verið stofnaði svona kalla hópar, ég held að þetta á Íslandi þetta er svona bánsarnir eða byrnir. Já. Hefur ekki eitthvað séð þetta? Jó. Þeir eru svolítið mikið bara svona með skegg og eru svolítið bara að knúsa hvernig en allt bara gifti menn, en eru bara eitthvað óa mikið að snertast út að tengja taugakerfi saman. Já. Ég man einmitt í þarna út af þessum þarna COVID pottapælingum þarna sem varst að tala um að þá held ég að hafi verið stofnað sko þarna svona einhverjar þarna Zoom-grúpur á sínum tíma þar sem að svona eitthvað fólk hittist þá í baði heima hjá sér bara á Zoom það er geggjum það er allt reynd svona til þess að reyna að halda svona þarna bæði vatninu og tengslunum sko Já, þetta er náttúrulega bara undirstrika er rauninni mikilvæg við verðum að tengja skort öðru. Einangrun er deadly sko. Maður finnur þetta, ég bjó á Spáni í vetur þar sem maður gæti verið úti bara alltaf og maður er alltaf að hitta fólk, maður er alltaf í kringum fólk. Við maður sá þetta með 7 ára stelpun okkar, hún var alltaf komin í hálfgerða umhverfistjálfun
þetta eitthvað sem við erum ekki með hérna á Íslandi. Hvað meinarðu með umhverfisþjálfun? Bara vera úti, bara vera alltaf úti. Hjóla, leika sér, leikvellir, hitta krakka á leikvellum, nýja krakka hverju einasta degi, ekki bara frímínútur í skólan, svo komum við heim og það bara frímínútur. Já, maður sér allar börn út á götu í dag. Og við erum með þannig aðstæður að bara veðri býður ekki upp á langa útiveru stundum og auðvitað náttúrulega kannski upplifum við þetta öðru þegar við vorum yngri, við vorum meira úti þá meira, að minna að vera inni það var ekki til spjaldtölva eða endalist af YouTube-vídeóum en ég sá þetta bara á dóttur minni hvað hún 7 ára dóttur minni hvað hún þroskaðist mikið bara við þetta að vera alltaf úti að leika sér í snertingu við aðra krakka nýja krakka, ekki alltaf bara sömu krakkana og líka bara fyrir okkur, foreldrana að vera alltaf út að græja eitthvað og gera og aldrei inni að horfa á iPad eða YouTube eða eitthvað. En hvað varst að gera á Spáni? Ég misti vinnuna mína í hvenær var það í nóvember og kom búin dreymum að vera í Girona á Spáni í vera lengur heldur en viku, við þekkjum fullt af fólki þar í hjólriðum? Já, og við þekkjum fullt af fólki þar og við erum búin að koma reglulega og Girona svona mekka hjólriðina í Evrópu og tækifæri bara var þarna við gátum farið út, ég var á uppsagnarfresti í vinnunni og við gátum verið þarna í 3 mánuði bara gera það sem okkur langaði að gera. Nú eru hjólreiðar á Íslandi, bæði systir mín og bróðir minn, þau eru forfallin. Já. Og maður er búin að sjá þetta gerast hérna á Íslandi, kannski bara, ég veit ekki, 15-20 ár. Hvað gerðist? Þetta er bara svo sprengja hérna á Íslandi, það er bara, ég veit ekki alveg. Gríðarlega vinsælt. Já, ég er búin að vera svo lengi í þessu að ég fylgst með þessu alveg frá því að vera bara ekki neitt. Yfir ég að vera bara þegar ég byrja í þessu þá var ég nú bara skrítin að hjóla í vinnuna Ég reyndar hef hjólað í vinnuna síðan ég var 18 ára og hjólað kommjútað á hjóli í öllum veðrum, já. Og gerir enn? Já. Ég meina hjólreiðar voru bara eitthvað fyrir börn og einhverja menn sem hefur mist bílprófið. Já. Það er eiginlega svolítið sirka svoleið og líka klæðinaðurinn var svona skrítin gulu jakki og skrýtnar buxur en svo fór að breytast aðeins í þessu líka það var bara í heiminum að fatnaður var gerður flottari hjólafatnaður, ég held að það hafi verið svona ein af stóru lyftistöngunum í hjólreiðum að fatnaður var gerður cool tískuvara. Já, þetta var allt í einu flott að vera í hjólafötum þá er svo auðvelt að selja fólki að fara að æfa þetta eða vera að hjóla í æfingahóp út af því að það getur alltaf inn að fara að eyða peningunum sínum í föt þarna líka og verið flottur en svo held ég bara það er svo margt sem spilar inn í sem að gerði hjólreiðar á Íslandi bæði sem bara samgöngumáti ef við tölum bara aðeins það þá er náttúrulega bara samgöngukerfið fyrir hjólreiðamenn á Íslandi er alltaf að verða betra við þurftum mikið að hjóla á götum til þess að byrja með í kringum 2003-2004 það var ekki mikið að göngustígum en þó aðeins byrja að koma núna er þetta bara nú er hjólreiðastígar og þeir verða fleiri sem betur fer þetta er ótrúlega fyndið þessi umræða þegar maður tala við grjótharðan bílaáhugamann að það er verið að taka pláss frá bílum og bílstjórnir sitja í bílum sínum og hraun yfir okkur að við erum að hjóla fram hjá umferðin á flottu hjólastígunum ég meina ef það verður fleiri eins og við þá verður minni líkur eða færri í umferðinni vonandi og þú kemist hraðar á bílunum ég er engin fanatík á móti bílum ég á bíl sjálfur og keyri stundum já, og bölvu umferðinni alveg eins og allir hinni en ég vann út á Granda í tæp 3 ár í Grafarholti og ég held ég hef keyrt 5 sinnum í vinnuna og það skipti engu máli hvernig veðrið var og ég er á venjulegu hjóli og þeir sem eru
búnir að fá sér rafmagnshjól, þeir geta leikandi hjóla hvert sem á rafmagnshjólinu sínu, alveg saman hvernig veðrið auðvitað koma alveg dagar sem að mótnarnir eru erfiðir. Þannig að það er að tala veist, aukna neyslu á hinnum og þessum lyfjum og lífstílssjúkdómum eða vesinni, er að tala ofþyngd og slæmt mataræði og annað, en á sama tíma þá erum við að horfa upp á hérna á Íslandi gríðarlegan vöxt í rauninni hreyfingu Íslendinga. Já. Er það ekki staðreynd? Jó, ég meina það gerist líka í hjólreiðum að fyrir utan samgöngur þá er náttúrulega þetta er auðvelt sport að stunda með félaga sínum. Já. Hlaup er pínulítið erfiðara vegna þess að þú ert kannski ekki beint að spjalla við félagiðinn þegar þú ert að drepast fyrir aftan hann sko. En í hjólreiðum gætur alveg komist upp með það. Þú getur, sérstaklega í dagar svo margir í sig, þú getur fundið þinn hóp og alltaf þegar þú ert fyrir aftan hjól þá getur þú verið að spara orku og þá getur þú hjóla með einhverjum sem er aðeins hraðar en þú og svo af og til spjalla við hann á þess að vera að drepast. Það er sem kallað er að drifta eða? Já, Drafta, já. Drafta. Drifta er þá í siglingunum, gerir það fyrir. Drifta, nei. Drifta er á bíl eða ekki svona slæta til hliðar. Já, það er drift. Já. En sko, ég meina Íslendingar eru náttúrulega svona svolítið galnir þegar kemur að svona einhverjum nýjungum og svona æði. Það bara svona grípur sig eitthvað hérna, þú veist, fótanuttæki sem að bara allir verða að eiga og þú veist, þetta hefur verið svona svolítið er það ekki með alls konar íþróttir. Hjólreiðar er engin undantekning þar sko. Þarna kemur inn á að fótanuttækin, það eru örugglega fullt af hjólum inn í bílskúr sem eru ekki notið. Já, einmitt. Og þetta byrjar svona almennlega þessi sprengja í kringum sko, þetta byrjar eiginlega ég og félaga minn, þessi saga hefur verið sögð ykkur starf í öðrum podcastum, ég og félaga minn drögum Einar Bárðarson inn í lið sem við vorum í Bláalóninu. Það var svona 5 í liði, 4 eða 5 í liði, 3 bestu tímarnir gildu og við vorum svona bara einhverju glensi að vantaði svona athygli fyrir liðið okkar. Við vorum oft með skrítin nöfn á liðin okkar sem fekk athygli og svo vildum við ná ennþá meira athygli. Okkur datt í hug, þarna var Einar Bárðarson í, ég man ekki hvað var klefin, að kalla klefin með Loga, handboltaloga. Loga Geirs. Já. Þeir voru eitthvað brasa og hann var að hjóla frá Njarðvík eða eitthvað svoleiðis og okkur datt í hug, við vorum að hjóla fram hjá Straumsvík og datt okkur í hug að hóa í Einar Bárðarson og fá hann til að vera með okkur í liði í Bláalóninu. Hann skildi sko koma okkur í fréttir og við fengjum athygli fyrir það sko. Svo rennum við inn í Hafnarfjörð og það hittum við það bara stendur Logi á okkurum bryggjustólpa þarna við höfnina í Hafnarfjörði og var að tala í símann og við náttúrulega bara neglum niður og spjöllum við hann og spurðum hvort þetta sé möguleiki. Daginn eftir eru við komin í útvarpsviðtal á Kananum og málið leyst sko. Og þarna fær hjólreiðasportið alvöru athygli í fyrsta skipti. Hvaða ár var þetta aftur? Þetta er svona 2010 eitthvað svoleiðis. Og í kjölfar á því þá er Einar Bárðarson hann svona eflist í þessu bara hann hefur gaman að hjóla og hreyfa sig lítið og hann hefur áhuga að markasetja íþróttina bara vill sjá hann að vaksa. Hann er svona partíkall. Já, og hann hefur gaman að svona bara fleiri inn í sportið og það er það sem að brann svolítið fyrir honum að ná fleirum inn í sportið. Hann býti sína eigin hjólakeppni og þá í kjölfari verður Vá Cyclathon til sem að flesti þekkja og þar verður algjör kúvending í sportinu. Þar fara að koma fyrirtæki inn, þarna koma fullt af einstaklingum inn í sporti sem eru enn í dag að hjóla. En er það ekki svona ákveðin hápunktur allavega þangað til í dag á hjólasportinu á Íslandi svona í kringum váið, þú veist? Alveg klárlega og það er í raun og veru ég man bara þegar þetta á 2012 sem að Skúli Móens ringir í mig og spyr hvort ég geta aðstofan við svona teknilegar útfærslur á þessari keppni. Mér fannst þetta alveg fáránlegt bara hvernig dettur þetta í hug. Af hverju? Bara mér fannst þetta eitthvað svo skrítið sko. Það var ekki það margir í sportinu og þetta var ekki það stórt sko. Það var með stóra hugmyndir. En svo spjöllum við saman og úr varða að
þessi keppni fór á stað sama ár og hefnaðist mjög vel og svo var hún bara alltaf meiri og stærri og betri og meiri þess að hérna kona mín sá þess að keppni held ég í 2 ár og byrjaði að vinna hjá skóla sama ár og keppni byrjaði þannig að þetta var svona það vatt aðeins upp á sig sko og var risastórt eins og kannski flesti vita. En ert þú búin að vinna bara öll mót bara á landinu? Ert þú eitthvað svona bara meistari? Svona í gegnum tíðina þá hef ég unnið ansi mörg mót og hef í raun og veru svona síðustu ár hafa kannski aðeins dalað hjá mér það eru fleiri sem betur fer hafa fleiri ungir og efnilegir orðið betri en ég sem er bara mjög gott mál ég hef náttúrulega, mér hefur tekist að vinna eina keppni síðustu svona 5-6 ár en ekki hverja einustu en ég hef verið á pall á nánast öllum keppni sem ég keppti í. Finnst þér ekkert súrt að tapa? Mér fannst það fyrst en í dag finnst mér ekki hérna skipta mig neinu máli við tölum að í hjólatúrum daginn að hérna einu sinni var árangurinn aðalmálið hjá mér í dag aðalmálið ferðalagið að árangurinnum mér finnst skemmtilegra að vinna að einhverjum árangri hvort sem það er bara eitthvað persónulegur árangur eða bara vinna keppni eða standa mjög vel í keppni ég hef alveg verið síðustu ár verið í keppnum þar sem að ég hef ekki staðið mig vel verið undir mínum væntingum en það hefur ekkert haft neina áhrif á mig sko. Það hefur ekkert sitið í mig lengi og það sem breyttist við þetta var að allt svona sem heitir stress eða kvíði fyrir keppni það er allt farið sko. Ég er alveg löngu hættur að vera eitthvað að stressa mig yfir þessum keppnum vegna þess að mér finnst bara gaman að mæta í mót og í raun og veru bara forréttindi að vera í þessu formi 44 ára gamall. Þannig að það er svona breyttur ásetningur og breytta forsendur. Já. Og í raun og veru líka bara keppnir að breytast aðeins hjá mér. Ég farin að sækjast meira í lengri keppnir í svona malarkeppnum. Og þá er ég að tala um keppnir sem eru upp í 12 klukkutíma og ég meiri þess að skráður í keppni í haust sem að ég fer í sem er á Spáni og hún er 780 kilometrar. Malarkeppni? Já. Er það þetta gravel? Já. Og það er einhver keppni bara sem að þú leggur á stað og svo kemur bara í mark þegar eins rætt á þig langar. Þú ræður hvort þú stoppar og gistir eða gistir á okkur bekk eða reynilega stoppar ekki neitt sko. Hvað sagði, 700 kilometrar? 780 kilometrar. Og hvernig, ertu með eitthvað gameplan fyrir þetta? Ég veit helst bara sem minnst pæla í því sko. Það er mikið spurður að því hvernig ætlar að gera þetta, ætlar að sofa, ætlar að gera eitthvað svona. Ég bara ætla ekki að hugsa neitt mikið út í það sko. En ef þú gunnar þetta bara í heilu lagi, hvað ertu lengi að hjóla 700 og... Þeir sem voru að vinna þessi keppni í fyrra voru 38 klukktíma í. Og stoppuðu þær? 38 mínútur. Þið stoppuðu 38 mínútur? Já. Og ef við tökum bara venjulegan sunnudags hjólatúr hjá okkur sem er kannski 3-4 klukktímar þá stoppuðu örugglega 40 mínútur. Þannig að En ég meina þú lítur að þurfa að vera með eitthvað viðmið, einhverja hugmynd áður en að fara á stað. Aðalmáli er að í svona verkefni er að fara ekki á hratt af stað. Það er reyndar á við ótrúlega margt bara í lífinu að ekki fara og geista stað. Þú þarft að finna svolítið þinn rytma í þessu út af því að útróðdagsformi gerir ráð fyrir. Já, og líka bara dagur eitt er fyrir eitthvað auðveldur vegna þess að þú ert bara að stilla þig af og ef þú ferð á hratt fyrsta daginn þá er restin hræðileg sko. En hvað, ertu þá með einhver pitstop á leiðinni þar sem að þú ert með einhver að pakka? Það er kannski það sem ég pæli mest í. Það er hvar ég kemst á kaffihús og veitingastæði til þess að fá mér að borða og í verslanir. Og því þú tekur ekki alla mat með þér. Þú tekur ansi mikið með þér en þú tekur eins lítið að mat og hægt þú verður að kaupa hann bara. Stoppar alltaf að pissa eða mýgur bara á þig? Í svona keppni myndi ég bara stoppa og pissa. Þetta er ekki mínútu spursmál sko. Ekki fyrir mig allavega. Nei. En við höfum alveg í götuhjólakeppnum hérna á Íslandi bara mýja á ferðinni sko. Sumir reynda að pissa á sig en ég er ekki þar. Hvað meinarðu að mýið á ferðinni á þess að pissa á sig? Það bara í raun og veru heldur í stýri með annar hendi, svo bara snýruðu til hliðar og svo bara vipparu Já, vá. út og Bara pissar. þræðir hann út. Já, svo bara pissaru. Sæll. Það er kannski á 40 km hraða.
Það ágætt að gera það enginn fyrir aftan. Það enginn að drafta þig. Já, það ágætt að gera það enginn fyrir aftan. Það hefur alveg gerst í gravelkeppnum að það bara eitthvað sem að við bara út og pissa bara inn í miðjum hóp sko. Og það ekki mjög vinsælt en hérna stundum að sumir eru í keppnum bara drullusam allt og alla. En ég ekki þar. Já, þannig að þú ætti þá að gera þetta annarkvort þegar þú ert þá bara svona aftast eða svona svolítið til hliðar eða fyrstur. Já, sko eins og best að gera þetta að byrja að þú ert í stórum hóp og hópurinn hreyfast hratt og það engin hætta fyrir aftanhópin, það engin eldahópin eða neitt. Þá ágætt að byrja að tala bara það að maður þurfa að pissa. Og þá fer að hinir í hópnum líka að hugsa það og endan verður ekkert mál að fá bara allan hópin til að stoppa. Já. Það í raun og veru triksið í þessu. En ef það eru kannski bara 3 saman og það mikið að vera, það einhverjur elda, þá kannski ágætt bara að drífa þetta og pissa bara á ferðinni. Finna einhvern góðan stað á leiðinni niður brekku eða eitthvað svoleiðis. Nú sé ég út allur rispaðar á hendinni. Ertu hefur lent í einhverjum alvarlegum slysum? Þetta nú ekki alvarlegt en ég hjólaði bara á tré á fjallahjólinu mínu ekkert stórkvæslegt en ég hef alveg lent í nokkrum slysum þar sem að ég brotið bein sko ég hef búin að brjóta viðbeini á mér 3 sinnum. Það víst það versta sko. Sama viðbeini, það nú þetta bara það lítur út eins og ég veit ekki hvað það Þú ert alveg afmyndaður. Já, það takk fyrir það. Ég líka ég bakbrotnað ekki reyndar þannig að ég var í einhverja hættu að lenda í hjólastól. Maður segir alltaf að ég brotnaði með bakið. Hvað, bara einhver hryggjarliður eða? Já, hann fór 3 hryggjarliðir. Þá á fjallahjóli? Já, það var í downhilli. Það var reyndar eina skipt sem ég reyndi það. Og svo hef ég lenti í bílslysi og kyrt á mig á hjóli. Það var leiðin í vinnu og kyrt á mig 2015. Það var svona alvarlegasta slysi sem ég lenti í. Þá brotnaði þessi fótur alveg í sundur. Og ég hef einhvern veginn ekki alveg náð að jafna mig alveg eftir það. Ekki 100%. Og það var bara í umferð? Já, ég fekk bara bílinn í hliðina. Ég var reyndar að beygja á grænu ljósi, en það var ekki beygjuljós. Og ég sá ekki bílinn, þannig að bílstjórinn var í raun og alveg 100% rétti. En ég var ekki að fara yfir á rauðu ljósi eins og það var eitthvað slúðursaga lengi vel að ég hef verið að fara yfir rauðu, en það var ekki þannig. Það til alveg lögregluskýrslu það. Það svona alvarlegasta slysið. En svo náttúrulega dettur maður reglulega og það nú kannski það sem algengustu meiðslin í hjólreiðum, það ekki álagsmeiðsli. Þó kom alveg fyrir ykkur álagsmeiðsli en oftast það svona kontaktmeiðsli. Hjól og tré og eitthvað svona smáttari sko. Var ekki eitthvað hræðilegt slys sem átti sér stað í gullhringnum? Já, það ekki. Mér minnir að Einar Bárða hafi eitthvað talað um það þegar hann var í viðtali hjá okkur árum. Það ég var í þeim hóp og var með fyrir aftan strákin sem lendir onni í ristarhlið, hann bara hjólar onni í ristarhlið. Já, bara festi dekkið. Já. Og hann bara stoppar hann, við vorum, ég veit ekki hvað mikill í ferð, en hann bara stoppa bara instantly sko. Og ég í raun og veru að sveigja frá honum og svo heyri ég bara allan hópin fyrir aftan hrynja niður sko og það fer bara allt út um allt og það eru bílar að koma á móti á 70-80 km hraða. Þannig að fara ykkur dítala með það þá var margt sem slapp ótrúlega vel á þessum degi. Hefði getið verið miklu verð en þetta var mjög alvarlegt slys og hafði áhrif á ansi marga. Einar Bárðarsson og þá keppendur sem lendi í þessu. Þarna voru margir í sjokki eftir þetta. Þar meðal ég var þarna í fyrstu hjálp með ansi mörgum. Þannig að stoppaður bara? Já, það stoppaði allir, eða flestir. Það voru einhverjir sem voru aðeins á undan sem stoppuðu ekki, en þeir sem bara sá ekki hvað gerðist. En það lítur að nást mikill lærdómur úr svona atveki. Ég meina, hvað var það auðvitað aðstæður og einmitt bara, hvernig maður hjólar yfir svona grindahlið, ég meina til dæmis. Já, ég hef nú farið í dómsal út af þessu máli og þá var einstaklingur á móti vegagerðinni og vegagerðin að mínu mati vegagerðin algjörlega ábyrg fyrir þessu slysi. Ég veit þetta
veist, hart að segja þetta svona en mér finnst alveg fáránlegt að einhver annar eða veist, einstaklingur sem lendir í þessu hann raun og veru gerður ábyrgur fyrir þessu bara veist, og nálægt miðjulínu eða áttur að vera nær hægri kanti. En ekki sameiginlega ábyrgð, ég meina hann var alltaf kannski hægt að setja ábyrgðina 100% á vegagerðina, það alveg satt að setja hann líka á mótsaldara að vera ekki. Jú, vissu leyti sko, að vissu leyti hægt að segja það svoleið sko, og líka á keppendur að vera ekki búin að skoða brautina. Ég að segja það. En ristarhliðið enga veginn í lagi. Og það meiri svo sko miðjulínan fyrir utan þetta gat, þannig að við megum vera út að miðjulínu, en gatið á ristinni veist, 40 cm inn á akarinu okkar. Já, þetta ekki það sem að rörin enda hérna alveg út í kanti, þetta bara fyrir miðjuhliði. Þetta svona samsett hlið. Já, þetta samsett, já. Og þá kemur að því vandamáli að veist, í hjólreiðakeppnum á Íslandi við okkar leikvöllur út á götu og við eigum ekkert enga laugardalsvöll, við eigum enga höll, við eigum engan íþróttavöll, félögin ekki eins og félags aðstöðu. Klúbhús. Það ekki til neitt sko. Og að við skulum vera í stórum keppnum út á götu og það eru bílar að koma á móti sem raun og veru það galið að hugsa til þess. Veist, ef einhvað kemur upp á í keppnum. Já. Það sem ekki búið að loka veginum. Nei, það ekki búið að loka veginum sko bílar sem að koma á móti þeir eru bara sinni akrin hinum megin en við getum alveg dottið akkurat þegar bílar koma á móti sem hefur komið fyrir eins og þarna og áður reynda líka í annarri keppni og það bara heppni að enginn skuli hafa skadastæði og þetta það sem að ég myndi til dæmis vilja að væri bætt hjá okkur væri að þegar það keppni en að þessar 10 mínútur, hálftími, 40 mínútur sem við erum að rúlla allan framhjá þá bílum vísað frá þessari leið eða það mótorhjól, lögreglumótorhjól sem að ýtir þeim út í kant eða hægir á þeim á meðan við erum að koma framhjá. Það ætti nú ekki að vera mikið vandamál sko. Eins og gert í Danmörku. Þar hjólum við á opnum götum og gegnum bæi og annað og það aldrei neitt vandamál, það bara umferðin ítt til hliðar og endanum fer þetta inn í hausinn á fólki og fólk fer að átta sig á því hvernig þetta virkar. En hefur þetta aldrei komið til tals? Jú, og þetta bara erfitt og það erfitt að eiga við marga aðila út af þessu sko. Alltaf vegagerðin og lögreglan og svo alltaf öruglega svona talsverður kostnaður sem að fylgir í þá að þú veist, leigja lögregluna þarna í kannski 4 klukkutíma eða eitthvað. Já, þetta líka bara, veist, það með þessi kostnaður sem lendir þá á mótshöldurum og þetta ég man eftir að við héldum keppninir á Sæbraut 2 ári í röð, þá var annarri Sæbrautinni lokað því það 2 akrinir í báðar áttir. Ég man ekki hvað það kostaði, 3 milljónir eða eitthvað. Já. Og þetta voru 3 klukkutímar. Já. Og þetta náttúrulega bara hækkar keppnisgjöldin, náttúrulega bara gríðarlega. Sem betur fyrir var aðili sem að hélt þetta, sem að sponsoraði mótið, þeir áttu svo sem alveg fyrir þessu sko. En svo bara árið eftir, þetta var haldið fyrsta árið, það var þetta 3 milljónir og árið eftir var þetta haldið, þá bara settur ykkur vermið og þetta bara 6 milljónir. Og bara að því bara það fyrir að við myndum svona aðeins kannski vinna saman við að gera með okkur og lögreglan með okkur og við með þeim og svona á kross og við myndum kannski bara þessi bara lokað Reykjavíkurborg myndi bara segja það viðburður þarna og þetta bara lokað. Nei, þetta náttúrulega bara þú veist, skapar ofboðslega gremju hjá svona almennum borgurum eitthvað, verið að loka götunni fyrir eitthvað hjólalið þú veist, ég meina, ég tók eftir þessu hérna bara með, sko, ég var að hjálpa til hérna bara með víðavangslaup það sem að sko var loka götum hérna niður í miðbæ í sko klukkutíma og maður þurfti að passa ykkur gatnamót sko og ég stóð þarna í klukkutíma og ég held að hafi verið kannski svona, þú veist 5 einstaklingar sem að komu bara til mín að svona þusa yfir þessu hvað eiginlega margir að hlaupa í þessari keppni ég verið að loka allir í Reykjavík þetta eitt af vandamálum og þetta eitthvað sem við getum alveg snúið við þetta eitthvað hugsun sem að
við gætum alveg breytt og það bara, veist, við þurfum að reyna á þetta til þess að breyta þessu, veist, að loka götu, það töðað í 3-4 ár eitthvað svoleiðis, svo bara á fólk að koma út með garðstólan og hvetja og vera með og vera í stemningu sko. Eins og það gert allstaðar annars staðar sem ég hef komið að keppa það taka allir þátt í þessu allt frá erlendis og fólk bara, veist, það bara fer í bónus bara daginn áður eða fer og næri ekki komuðuna sína daginn áður staðan fyrir að vera að gera akkurat þarna og það er alltaf talað um að koma ekki bílnum sínum heim veist, eða koma honum frá heimilinu sínu þetta nú ekki langur tími sem að svona móttekur sérstaklega að einhver hringja keppni niður í bæ þá er þetta kannski 2 klukkutímar En er þetta ekki ekki ástæðan bara fyrir þessu bara hvað sportið er ungt og veist, það er ekki búið að stimpla þetta almennilega bara inn í þjóðasáluna Þetta er náttúrulega bara eins og ég segi 2004 var þetta underground sport Ég segi það og það er ennþá þessi stimpill er svolítið á sportinu ennþá í dag þó þetta sé orðið risastort sport Peningar í þessu sko Já En svo tekur maður eftir því líka bara þegar maður er að hjóla út á götu sko, eins og þú veist bara hjóla til Þingvalla að sko í dag myndi ég segja að sko örugglega yfir 90% af ökumönnum bara taka tillit Þetta er búið að breytast mikið og þetta er akkurat það sem ég var að tala um er að þú veist að breyta hugsuninni hjá fólki veist, breyta hvernig við hugsum þetta þarf ekki að vera pirringur akkurat þarf þetta að vera pirraðar yfir því að það er einhver hjólahópar á Þingvallalið veist, þetta er ekki að tefja það mikið sko. Þetta er ekki að tefja það neitt og þú væri með sko 1000 manns að hjóla Þingvallalið þá var hann búin að dreifa sig þannig að þú kemist alltaf fram úr honum sko. Og ef þú kemist ekki fram úr honum hvað með það? Veist, þú ert Já, ég meina þá þarfst að keyra á, þú veist, 30 kannski í, þú veist, 2 mínútur Þetta er ekkert issue þetta er bara, við þurfum að koma inn í kúltúrin og það er einmitt þetta að sportið okkar er bara ekki nægilega vel þroskað og hugsunarháttur almennings er ekki nægilega vel þroskaður auðvitað eru svarti söður í hjólreiðum eins og bara alls staðar annars staðar þegar ég ekki segja að við séum bestir í heimi sko, veist að við erum ekki það er ekki allir sem er að fara eftir öllum reglum sem að við setjum sko, sérst í hjólreiði heiminu og það er oft þeir sem að skemma svolítið fyrir okkur Það er náttúrulega líka bara merkilegt út af fyrir sig sko að sko bara eins og vegakablinn sko frá, ef við tökum bara frá Gljúfrasteini og að Þingvöllum þú veist, þetta er bara berangur það sem er bara ekkert nema svæði út allt og þetta er örugglega einhver sko mest notaði vegkabli á Íslandi það sem eru bara rútur stanslaust að keyra þarna og það skuli ekki vera þarna bara sko tvíbreiður vegur í báðar áttir það er náttúrulega bara þú veist verkefni fyrir næstu árin sko. En hefur aldrei komið til tals á svona köflum svona vinsalum hjóluleiðum að vera bara einfallega með bara hjólastíg? Sko þetta hefur reynt að þá var til dæmis gerður hjólastígur frá Bláalóninu að Reykjanesbraut eða göngustígur, hjólastígur hann var bara svo illa gerður að ekki hægt að nota hann Af hverju? Hvað meinarðu? Bara hann var mjór og illa undirlagið á hann var lélegt og hann var svo lágur að möli fór alltaf yfir hann en það var í raun og veru ekki hægt að hjóla á honum sko. Það var eiginlega orðin svona malavegur svo var hann bara búin að drabbast niður og það er ekkert gert við hennar stíg Því þarna var eitthvað framkvæmt sett á stað í rauninni og þá kannski án samráðs við í rauninni fólk sem actually kemur til með að nota Já, akkurat og svo er annað, til dæmis bara eins og Þingvallaleið og bara á öðrum vegum á Íslandi þá erum við með 1,5 meter það sem að bíll þarf að gefa okkur 1,5 meter þegar hann fer fram úr okkur og þetta er, veist, eiginlega allstæðar í Evrópu er þetta svona og það sem er gert í Evrópu er það er sett skilti út allt sem að minna fólk á þetta og þetta skilti er búið að velkjast í kerfinu í 3 ár núna við erum komið, þessi lög voru samþykkt fyrir 3 árum síðan og þessi skilti er ekki ennþá komin upp sem er eiginlega bara Hvernig stendur á því? Ótrúlegt sko að þetta eina litla skilti sem getur verið sett á nokkru stöðum bara á Þingvallaleið eða bara einhver staðar þar sem að það er að vona á hjólreiðamönnum þetta getur bjargað einhverjum mannslífum sko bara þetta litla mál Ég var einmitt að hjóla þarna í fyrradag og tók eftir á nokkrum stöðum þar sem eru skilti sem vara við
rollum þú veist, þeir vara við það eru rollur á veginum þannig að passið ykkur hérna en þú veist, hjólreiðamenn bara, þú veist og það ástæðan fyrir að þetta er ekki komið upp og þetta skilt er ekki til í umferðarlögum það má ekki setja þetta upp Herru, í þessum mótum sem þú fari, er lyfjaprófað? Öllum mótum í Íslandi á ég vonaði að vera lyfjaprófaður, já og ég bara er innan ISI á Íslandi og ég var nú alveg til í að sjá það oftar bara svona upp á veist, svona, hjólreiðar eru kannski ekki með besta reputationi fyrir lyfjamistnotkun þó að það sé kannski bara mest tala það í hjólreiðum þá er það væntanlega í öllum öðrum íþróttum líka Hefur aldrei spáðið því að fara að dæla í því einhverju djúsi? Nei það verður ekki þetta eldast og svona og þannig að verður það ekki veist, vel séð, bara svona smáskamta formi Nei, ekki allavega með ég að keppa ef ég væri til dæmis bara 60 og farin að vera slappur í skroknum og ekkert að keppa bara væri að labba á esjuna og að skora sjálf á mig þá er ég sjálf sér ekkert á móti því að það sé möguleiki fyrir mig að komast til læknis og fá auka testosterón eða hvað heitir þetta HGH Human Growth Hormone Þú færð það nú aldrei áskrifað á læknum með það? Nei, ég var samt alveg til í ef að læknirinn myndi gefa mér það ég var ekki til í að kaupa það í volklass sko, af einhverjum í sturtuklefanum sko. en þetta gæti alveg bætti lífsgæði hjá einhverjum sem er 60 og orðin slappur í skroknum að einhverju leyti staðan fyrir að hann sitji bara heima og horfi á húsið á sléttunni Já, því mér finnst þessi umræða oft vera svona svört og hvít sko en svo þekki ég stráka sem eru svona að komast í 50 og þeir hafa farið, tekið svona einhverja skorpur og farið þessa leið samhliða náttúrulega mikilli hreyfingu en þá bara í smáskömmtum sko. Eins og ég talaði við einn daginn, ég tek eftir hann er bara líta hanskoti vel út sko. Og segir hann með það að hann er búin að vera að taka, hann talaði um 10% af svona þessum hefðbundna skammti og það sást greinlega á honum og hvað var að bakverkir og annað, það var bara horfið leið bara miklu betur af hverju þetta er að banna þessi gauður að gera þetta og af hverju og hann er að kaupa þetta einmitt bara í sturtuklefa sko. Af hverju er ekki einhver lækni sem að græja þetta bara fyrir hann En eru innkirtla sérfræðingur, nú veit ég hvort að þú þekkir eitthvað inn á það, en ég var ekkert að ræða þetta við eitt félag sem hefur notað þetta mikið og hans segir við mig, þú voru bara panta tíma hjá innkirtla sérfræðing, fá bara eitthvað mælingu og bara gera þetta í samræðu við lækni og hann fullyrti að innkirtla sérfræðingur, ef hann horfir í augun á þér og sér að þú ert ekki einhver nöttari, þá eru menn alveg tilbúin til að hjálpa þér. Já, sko, í Bandaríkjunum er þetta bara þannig að þú lappar bara inn á einhverja stofu og það er einhver læknir sem tekur á móti þér og mælir þig og segir, heyrðu þetta þarftu þetta eru skammtarnir sem þú þarft að taka og við bara út frá einhverjum viðmiðum og þessi manneskja kannski nú er ég engin sérfræðingur í sitt ég er bara að tala svona hvað mér finnst og hvað ég held að væri lausn á einhverjum vandamálum hjá einhverjum mögulega ef það væri þetta bara aðeins að bústa einhvern upp bara til þess að komast upp esjuna eða eitthvað þá væri það frábært að sú manneskja væri þá okkur í einhverjum meðferð staðan fyrir að enda síðan bara okkur rótsterkum sterakúr þegar hann er komin upp í sófa sko. Og orðin veikur því að ég held að hreyfingarleysi sé aðal vandamáli í dag sko. Það veitir mér huggun að vita af styrum ég er alveg þar ég er að taka tónkattinn og ashwagandhaið samhliða auðvitað liftingum og ég finn bara ég er bara í góðan gír en mér finnst gott að vita af þessum option og það sé þetta 5 ár, 10 ár eða 15 ár sko. En ég teka fram að samhliða íþróttum og hjá ungu liði og þá sérstaklega ungum strákum sem er að horfa á sig í speglinum í ykkur líkamsræktarstöð algjör þvæla að þetta er stórhættulegt þú veist ekkert hvað töflur út að kaupa eða sprautur eða hvað þetta heitir ég þekki ekki hvernig þessi bransi virkar en veist, ég hef náttúrulega lesið 1.000.000 bækur Lance Armstrong og alls konar hjólreiðamenn þannig ég veit svona einhvað innan heim veist, ég til dæmis gæti aldrei farið hérna á Íslandi og keypt mér eitthvað töflur vegna þess að ég veit ekki hvernig ég myndi gera það
en ég ímynda mér Ég geti hjálpað, þú veist. Já, ég geti ímynda með það að þetta sé gert í sturtuklefanum í ykkur líkamsræktarstöð. Þannig að hérna ungi strákar bara ekki fikta með þetta, bara alls ekki. Þú veist, það gæti verið ykkur óvirk krabbameins fruma eða eitthvað sem að bústast upp eða hvernig sem þetta virkar í líkamann okkar eða þú verður geturlaus eða hefur áhrif á börnin eða framtíðina hérna. En þegar þú ert orðinn gamall þá ertu kannski komin á annan stað í lífinu sko. Það farið að styttast í annan endan þú ert komin í seinni hálfleik hættur að geta leikið út af því þú ert orðinn svo orkulegs og slappur af hverju bara einhver búðingur heima já, af hverju má ekki fara þessa leið eða þið langar til þess já, en þá út frá sko mælingum já en svo þetta að einhvern veginn sko hvar liggja mörkin þarna á milli eitthvað svona þú veist þessa ólöglega af því að ég meina þú veist, ert þú að taka til dæmis einhver vítamín eða fæðubótaefni svona öllu jöfnu? Ég náttúrulega tek magnesíum eins oft og ég get það svona þá ég að taka svona kannski aðeins flóknara magnesíum heldur en það sem maður getur keypt út í búð drullu magnesíumi Hvað meinar með því? Mér finnst bara, veist, þetta magnesíum sem við kaupum út í búð þetta náttúrulega bara eitt efni af mörgum Sér ekki talað hefur 13 típur magnesíum Já, maður reynir að taka veist, flesta típurnar af þessu ekki þetta eina, ég man ekki hvað þetta heitir ég er engin næringar sérfræðingur Er það að blanda af mismunandi magnesíum? Já, og þá raun og veru gera það verkum eina að sofa betur oft þegar maður búin að vera að taka á því dag eftir dag eftir dag þá einhvern veginn svona kannski ekki verkir í löpunum en það svona órói í löpunum sem maður losna við það er ekki gott að sofa með það magnesíum hjálpa því svo náttúrulega ef við tölum fæðubótarefni sem ég tek þá er náttúrulega að sjálfsögðu kreatín 5 grama kreatín á hverjum einsta degi Ég er reynda búin að pínu latur í þessu núna ég verði að vilja viðkenna það en ég sé ekki að ljúga ykkur en hérna ég reyna að gera það að taka alltaf á mótnana ég byrja daginn á 2 vatnsglösum og þá tek ég þá kreatín með því Þú þarft mikið vatn samhliða kreatín Já, ég drekk bara alltaf á hverjum einsta mótna rútínum mín á mótnana er alltaf 2 vatnsglös bara alltaf og svo er það fjölvítamin sérstaklega á veturnar og D-vitamin reyna að taka það á veturnar nema náttúrulega ef ég er eitthvað það sem er sól þá kannski þarf ég ekkert mikið að D-vitamin en allt er að taka það með það sakar ekki magnesíum eins og ég talaði og svo er svo hef ég aðeins verið að taka brókin líka Það eru svona steinefni Já, það eru raun og veru amínósýrur frekar Já Það er svona bara í raun og veru hvað kallast þetta? Þetta eru unnar amínósýrur þá er þetta í raun og veru þetta fer bara beint út í systemið þitt unnur laxapróteini Já Ég heyrði nú einhverja gagnrýni á þessa Unbroken sko, þar sem að þeir eru að auglýsa held ég sko, hvort það séu þá 28 típur af amínósýrum í einum skammti Já. En svo var ég að heyra að í raun og veru séu bara til 24 típur af amínósýrum Já, nú ætla ég ekki að fullur eitt eða neitt með þetta en ég veit að til dæmis Unbroken virkar þegar ég er að lyfta þá fæ ég minna af hasperum og mér líður betur eftir lyftingaræfingar hvort að þetta sé placebo effekt eða hvort þetta sé actually að virka ég veit það ekki alveg en töflun það er leiðandi virka ef að mér líður betur og það er sama bara þið heyrið eitthvað tala vítamín og hann á 3. degi talar hann fara að líða miklu betur það virkar ekki þannig sko vítamín virka bara ef þú tekur þau alltaf og þú ert ekki að finna kannski bara eitthvað stökk í lífinu sko en þú veist að þú þarft þessi efni og þar að leiðandi ættu að vera að gera gagn sko svo er náttúrulega margt af þessu sem náttúrulega virkar ekkert sko Hvað með CBD? Hefur eitthvað farið þangað? Já, hef alveg tekið CBD til þess að sofa betur bara svona slaka aðeins á mér finnst ég oft verða að við tölum endorfín ef maður overdósar á því þá er ég svona pínu út allt ég kannski, það væri hægt að greina með mig ofvirkni og ADHD og alls konar sko þannig að mér finnst gott að svona kannski ekki að róa með þess en mér finnst gott að
sofa betur og ná mér aðeins niður á þenni fyrir að sofa. Já, en þú veist, og svo CBD eða kannabinóðar þá mjög líka effektífur hvað var að reyna bólgur í líkamanum. Já, og ég hef náttúrulega verið í gegnum tíðina verið að díla við alls konar. Ég er reynda með ótrúlega góðan skrokk í dag en svona hefur oft verið eitthvað í hnénu eða hálsinum eða eitthvað og mér finnst það virka fínt sko. Veist að CBD virka fínt á þetta sko. Og þetta er ekki, eins og ég var að segja það, þetta er ekki bara instant, bara vá, þetta er allt annað, en þetta er samt, CBD er eitt af þeim efnum sem ég fannst virka ótrúlega fljótt á mig. Já, þetta er bæði og svo er þetta líka langlöp sko. Já. Það sem ég hef fundið eftir margra ára notkun á CBD alveg stöðuga sko. Þetta er sko, til lengri tíma þá er þetta actually búið að breyta mér sko. Já. Og þá ekki bara líkama heldur, líka bara huga sko. Já. Þetta er að gera mig jafnari og stöðuri. Já, ég get alveg trúið því sko. En ég tek alveg pásu frá þessu öllu og það er held ég bara mjög gott, sko. Mjög gott að hvíla sig líka þessu svo líka mig sé ekki bara hættur að vinna úr þessu út að hann er búin að venjast þessu sko. Þannig að maður þarf aðeins svona að taka pásur bara eins og kannski tölum töflur veist, þegar maður er illa þjáður að einhverjum verk þá tekur maður verkjatöflu og endanum hættur hún að virka eða þú þarft meira af henni. Þannig að veist, þetta er alveg sama þú vinnur innnáttúrulega bara þól gagvart öllum efnum hvort þessu kemísk eða náttúrulega. Já, bara þú vinnur þól gagvart öllu held ég líka kulda öllu svoleið sko. En þá svona þú veist þjáning og eymsli og meiðsli hvernig hefur þú dílað við þetta? Þú veist, ertu með hnykkjara eða nuddara eða heilara eða þú veist hvað hefur virkað fyrir þig? Það virkar best í þessu og það er ekkert leyndarmál, það virkar best í þessu er að vinna í skrokknum að konstantli vera að vinna í skrokknum styrkjan það held ég að sé það sem að ég hef lengst af feilað á, það er að styrkja líkamann sérstaklega út í hjólreiðamaður núna og hjólreiðar einar og sér eru ekkert sérstaklega hollar fyrir líkamann eða bara hjólar sko. Þegar þú ert bara í fixt stöðu þú ert í raun og veru ekki að hreyfa þig neitt nema bara lyfta löpunum og ýta þeim niður þannig að í raun og veru er það ekkert og þú ert í skrítinni stöðu líka sko. Þannig að þú þarft að rétt úr þér og þú þarft að styrkja líkamann og að sjálfsögðu teygja hann líka en ég held að styrkurinn sé meira mikilvægur heldur en teygjur og það er kannski þú tekur einhverjar styrtar teygjur eða virkni teygjur líka það er ekki bara að teygja það fram í tærna sko, þú ert að gera styrka móti því og já, það er kannski það sem að það er kannski svona meira maður er ofta komin út í hotn með eitthvað meðsli og þá fer maður til sjúkraþjálfara og langt flestir þeir ímynda sér sjúkraþjálfara svona eins og bifvélavirkja þú bakkar bara inn og svo keyrir aftur út og átt að vera í toppstandi það virkar ekki þannig sko það er bara því miður það er langur vegu þar frá sko þannig að þú þarft að fara til sjúkraþjálfara sem er bara frábært og hann þarf að kenna þér að styrkja svæði sem eru aumt eða veikt og þú vinnur síðan í þetta er bara að vinna það er enga galdra lausnir á þessu sem að veist, það er ekki verið að skiptum bara demparæði þér sko þú ert að vinna í hnénuðinu styrkja vöðan í kringum það þannig að það er svona það stæðsta sem ég geri í líkamannum fyrir utan hjólreiðar það er að reyna styrkjan en svo er náttúrulega margt annað sko ég fer í köldböð mjög mikið og að sjálfsögðu eins og með allt annað þá tek ég pásu frá því stundum verið í latur og þá þarf maður að byrja upp á nýtt að venja sig og styrkja sig í kalda vatninu ég fer í infrarauða sánur ég fer í gufur líka svo náttúrulega bara í botinn að slaka á. Hvað er gufan að gera fyrir þig? Bara sko infrarauða gufan er náttúrulega mér líður mjög vel eftir hana það er rauninu svona svipaði fílingur eftir kaldapottin en það er ekki að vera svo lengi í hálftíma, eitthvað svo leys, hálftíma 40 mínútur það er eitt með hita sem að gleymist stundum er að þetta er rauninu verið svona
það talað það í þól íþróttum að við erum að reyna að okkur vantar fleiri rauðblóðkott til þess að flytja súrefni og infrarauð gufa eða bara heit gufa, alveg sem hvort sé infrarauð eða bara heit gufa er í raun og veru svona háfjalla æfingabúðir fátækamannsins. Já. Þú er í raun og veru eykur rauðblóðkottniðin í gufu eða í miklum hita ef hún er að hita líkamann það mikið. Ef hún er að hita henni upp í eitthvað 38 gráður eða eitthvað, þá ertu farin að geturu eða fræðin segir og þú eigir að auka rauðblóðkornin. Hefurðu farið í fargufuna? Nei, reyndar ekki. Ég hef nú farið í alls konar. Ég fór eins og í svett hjá Tolla. Það var nú nokkra sinnum reyndar. Það var svolítið heitt. Ég hef ekki farið í fargufuna. Mæli með því sko. Já. Ég var í gærkvöldi, hún fór upp í 115 gráður. Já. Og við að kynnt sko. Já. 3 lotur. 15-20 mínútur hver lota. Og maður er alveg krossfestur að nynni sko. Og svo út í sjó sko. Er verið að hvað er þetta að syngja, kyrja í... Nei, ekki þannig, hann er spiluð það fer eftir bara til hvers þú ferð sko. Í gær var ég hjá henni völuvinkonu minni og það var bara, hún er mikið bara fyrir svona 80s tónlist sko. Já. En svo fer ég í naktagufu líka á öðrum dögum og það er meira svona, þú veist, bara spilaða möndrur og meira svona kósí sko, en eins og í gær var þetta bara eins og þetta í einhvern skónrock þátt sko. Man eftir því að ég fór í svetti á Tolla, það var alveg svaðalega heitt. Þá er verið að kyrja það ekki og nota röddina sko. Og það er líka ástæðan fyrir því náttúrulega bara þannig að tíminn gleymist sko. Að hluti af því. Kolniða myrkri. Mér fannst það alveg ótrúlega upplifun fyrst ég fór í það. Já. Og líðaninn dagana eftir, þá var ekkert að tala um að svettið sem slíkt hafi verið, veist, bara gufa. Já. Bara heitt gufa ætti að gera það sama í raun og veru. Já, því sko það sem ég fann með svettið, bæði fannst mér þetta er náttúrulega mjög dýrt. Já. Þetta tekur bara nánast heilan dag, maður þarf að keyra lengst út í raskat. Já. En fargugan er hérna bara niður í bæ, virku kvöldi, klukkan 9 og þú mætir hálftíma fyrr og þú ert komin heim, þetta er 2 tíma pakki sko. Þú getur gert þetta á virkum kvöldum sko, og þú ert með sjóin. Já. Sem eins og í gæra voru bara öldur og læti sko. Þetta er bara út í beinum kontakt við öll elementin sko. Já, ég meina ég mikill gufumaður sko og þarna búin að fara nokksunum í svett en þarna þegar við fórum í þessa fargufu þarna seinast. Já, þú komst með mér þarna. Já, ég farið nokksunum í fargufuna líka en seinasta fargufa það bara gerðist eitthvað, það er þarna eitthvað eitt sæti sem er bara hot seat sko og ég einhvern veginn endaði þar í fyrstu umferðinni og bara þarna, ég hélt að sko eyrun á mér myndu bráðna af mér. Það bara sko... Já, þetta var hjá henni völu, hún er mjög hot sko. Já, þetta var... Og hún byrja líka alltaf fyrstu lótuna bara á turbo sko, hún er ekkert að byggja upp sko. Já. Það er bara, maður er crossfestur bara á fyrstu 5 mínútunum sko. Já. Maður fer, það er að þessi hiti er orðin óbærileg, þá fer maður nú að spyrja sig margt í lífinu, það er... Já, því að það kemur svo mikið mótstað upp sko, og maður er líka að díla við hausinn á sér sko. Og halda rósinni og vera ekki einhvern veginn, bara að hysja upp þessi brækurnar og sitja í sjálfum sér sko, og lefa þess að taka enda. En svo notum við náttúrulega gufuna líka mikið, bara til dæmis eins og síðast árið þá var ég síðasta haust, þá fór ég til Bandaríkjanna að keppa í gravelkeppni og það voru alveg líkur á því að hitinn yrði vel yfir 40 gráður sem hann var reyndar dagan á undan, ekki í keppninni og þá fer maður og aðlaga sig aðeins hittanum í gufu. Það er bara eina leiðin fyrir okkur sko. Já. Og þar til dæmis mættu við út og fyrsti dagur sem hjólaði var 45 gráður. Ég held ég myndi drepast eftir svona 20 kilometra. Og það er eins og sé ykkur með hárblásar að blása þig og svona þurr hiti. Já, og vatnið er orðið sko heitar en þú. Já. En svo daginn eftir var þetta bara allt annað sko. Ótrúlegt hvað allt í henni kikkar þetta inn sko. Þú eru ekki sett trainer inn í gufu? Nei, ég ætla ekki að fara þangað. Ég hef svona í dag, ég hef kannski gert það fyrir 15 ára sem, í dag er ég meira að njóta heldur en að vera að gera ykkur af vitleysu sko, en auðvitað það má alveg deila það hvort að kaldur pottur sé til að njóta, en við vitum
við vitum þegar komum upp úr honum að okkur líður vel. Já, Það er það sem að maður er að leita. Ég man eftir þætti sem ég sá út í Nóri, þá var einhverjir svona brjálæðingar sem voru að æfa sig fyrir að hlaupa meðfram allir í Amazon ánni. Já, Og þeir einmitt voru að æfa þannig að þeir settu bara hlaupabretti inn í gufu og svo bara klædduðu sig bara í, þú veist, joggingbuxur og plastgalla og úlpu og fóru svo bara á hlaupabrettið. já. En svo eru menn búin að rannsaka þess og þetta er sem sjálfsagt algjör óþarfi, sko. Þú getur nú bara, veist, verið inni hjá þér í úlpu og hjólað, sko. Þú þarft ekki verið í gufu. Vegna svona er alveg líkamsittanum það mikið upp að það nægir fyrir hitaðalögun, sko. Já. Bróðir konunum, hann fór Everest daginn. Konuna þinnar? Já, og veist, og ekki nómið það, hann fór Everest og svo í staðis að fara sömu leið niður aftur og fór hann bara niður einhvern annan hrygg og upp einhvern annan tind. Heyrðu, já, ég las eitthvað þetta. Alveg geggja á ræði, sko. Hann svaf í súrefnistjaldi heima þessi bara út að skerja fyrir 6 vikur, sko, áður en hann gunnaði hann upp, sko. Já. Þannig svo Michael Jackson, Já, sko. einmitt. Og það er nú hérna vinsælt í þolíþörðum, það er að sofa í svona, þetta er raunur ekki kannski beint súrefnistjöld, þetta er raunur að taka súrefni í burtu frá þér Já. og þetta er svona háfjallatjöld Já, einmitt. og það er raunur líkir að eftir hæð Já, einmitt. og þarna getur hann væntalega, veist, hann tjúnar tjaldið, veist, fyrstu nóttina er kannski 1500 metrar hæð og svo hækkar hann sig, sko. Og þetta er vinsælt í hjólröðum að nota svona tjöld, sko. Það er til að auka rauðublóðkornin. En heyrðu, áður en við klárum þetta, þarna, þú veist, nú veit ég að það eru mikið að hjólafólki og meðal annars systkini mín eru að hlusta á þetta. Þurfum við ekki að fara í eitthvað svona specs, eitthvað svona tæknilegt, eitthvað með hjólinn sjálf? Hjólinn sjálf? Já, þú veist, eigum við eitthvað að ræða nýja hjólið þitt hérna? Það má alveg ræða það, sko. Það er, hérna, ég er nú svo heppinn að vera styrktur af hjólabúð, þannig að ég hef aðgang að flottustu græjanum. En ég segi að það er svo sem ekki eitthvað sjálfsagt að ég sé sponsorar af eða styrktur af hjólabúð. Ég er náttúrulega þurft að hafa svolítið fyrir því að komast á þennan stað og búa til hvað maður að segja eitthvað pakka í kringum mig og það er náttúrulega bara að vinna í kringum það sem að ég er að fá borga með græjum sem að vonandi hjólreiða búðin hagnast á. Að því ég meina, þú veist, þú talaðir að núna ertu komin á þann stað á ferlinum að þú veist svona meira farin að njóta ferðalagsins í staðin fyrir að vera einblína bara endalust á einhvern velunapall. En sko, hvernig kemur það þá saman með, þú veist, sponsorum og svoleiðis? Það er bara allt í góðu, sko, vegna þess að ég raun og veru hagnast þeir kannski á því hver ég er. Veist, ekki það að ég sé einhver, sko. Það er bara, veist, ég er vel liðin í hjólasportinu, kem vel fram við alla vonandi og ég held að það sé mjög gott valjú fyrir hjólabúð. Veist, að vera með eitthvað sem er ekki svart í söðurinn í hópnum, sko, og kannski svona pínu áberandi fyrir, já, veist, ég vona að ég sé hress og skemmtilegur, ég reynir það allavega að vera í kringum fólk með eitthvað kúk og peisbrandara og vera ekki ofa alvarlegur. Ég held að það sé trixi, sko. En þeir sjá allavega hagsýni því að láta þið fá hjól sem þú ert á. Já. Og það er náttúrulega gríðarlega auðlýsing. Hvað er svona merkilegt við þetta hjól sem þú ert að fá? Sko, það er, hérna, hjóli sem ég er á er frá sérst Erninum, það er heitir Trek Madone. Það er aðalega hugsað sem svona það er ekki kannski léttasta hjólið í bransanum en það er svona hugsað til að kljúa vindin sem best. Og kannski það sem er merkilegt við þetta hjól, það er sérmálað fyrir mig. Það er krómað, það er svolítið klikkað, þannig að það er mjög áberandi og það meir segja, ég hef átt mörg hjól og mjög áberandi hjól. En stelli er karbon, gerir ráð fyrir? Já, allt saman karboni. Og er það krómað? Já, málningin er krómað, það er mjög erfitt að mála hjól krómað. Já. Eða, mér skilst það, ég er svo sem ekki sérfræðingur í því. Og þetta er í raun og veru fyrsta hjóli sem ég hjóla á hérna í Reykjavík og venjuleg manneskja snýr sig á hálslið að horfa á eftir mér. Sem að ég hef ekki séð áður, sko. Þannig að hjóli í raun og veru virkar mjög vel sem
auðlýsing sko. En er eitthvað svona, bróður minn var að sýna mér eitthvað sitt hjólum daginn og hann var að sýna mér hérna eins og gírasystemi, það er bara eitthvað rafmagns, USB, Bluetooth pakki. Rafmagnin, gírarnir eru, það er bara lítill mótor í gírunum sem skiptir gír og þú náttúrulega þarft að ít og taka bara eins og venjulega. En á hverju gerir maður það? Er þetta svo að losna við kapla eða? Já. Ertu þá með þráðlösa líka? Já. Hvaða skipta ertu með? Ég er með Simon og gíra bara. Ég er enda með alls konar, ég er með gravelhjól, það er SRAM-gírar, það er hann að gíra framleiðandi og þetta virkar allt mjög svipað. Þetta er til dæmis bara þannig að ég er eins og götuhjólin mín og ég er mjög erfitt með að stilla gírina nema í gegnum síma, gegnum app. Ég þarf að stilla það í gegnum app og það er bara gírarnar á hjólinu mínu, þeir fá uppfærslu reglulega. Þetta er bara svo Tesla. Þetta er bara, þetta er kannski ekki alveg þannig en þetta er alveg svona, þetta er orðið þannig að ég þarf að uppfæra á reglulega. Það kemur eitthvað, ég man eftir í einu sinni þá var eitthvað svona tikk í einum gír á hjólinu hjá mér. Það var ekki þessi hjóli, það var annað hjóli, þetta var að koma fyrst og ég náði þess aldrei úr. Svo kom bara einhver förmur uppfærsla og þetta var farið. Vá. Já, það bara lögust gírarnir við uppfærslu. Og þetta er bara einhver svona bara nanomillimeters hreyfing á einhverju uniti. Það er bara einhver villa, þeir þurfa að fara, gírin þarf að fara ákveðið mörg þrep alltaf niður sko, fyrir hvert gír og einhverju með einu gír fór hann bara á eins og langt. Þannig að það þurfti að breyta því. En sko, hérna á síðustu árum að þá sko, er hægt að tala með að hafi orðið hérna svona einhver bylting í hjólasportinu með sko þessum diskabremsum og rafmagnskýrum? Ég veit ekki hvort þetta tala byltingu, það er bara þróun í þessu sem betur fer. Ef ég myndi sýna þér fyrsta götuhjólu mitt versus götuhjólu sem ég á í dag, þá myndir fatta hvar þróun átti sér stað. Það bara sérðu hjólin. Auðvitað er þetta knúið áfram af markaðsfræðingum líka sko. Það er verið að reyna að fá þetta til að kaupa alltaf nýtt og þá þarf að koma eitthvað nýtt. Og það er náttúrulega á bara við í öllu í heiminum sko. En auðvitað kemur líka með nýju hjóli, það kemur eitthvað nýtt, það kemur nýr fílingur, nýr karakter, stífara, stundum léttara, stundum klífur af vindin betur. Það er alls konar svona smá dítilar sem að kannski manneskja sem situr ekki mikið á hjóla myndi ekki finna munin á sko. En ég finn ótrúlega mun á hjólum út af því ég sitt svo mikið á hjóli. Og þetta til dæmis ég var að vinna hjá hérna Lauf og það var svona mitt aðalverkefni var að vera með tilfinningu fyrir breytingum á hönnunum sko. Þannig að hérna og Lauf er alveg íslenskt fyrirtæki. Já, það er íslenskt fyrirtæki. Það er reyndar í dag er þetta mest megnis í Bandaríkjunum en aðalskrifstofurnar eru hérna bara niður í bæ sko. En þetta er orðið bara einhverju svona worldwide í rauninni bara Þetta er orðið í rauninni alveg risa fyrirtæki sko. Og þið byrjuðu bara með göflum? Byrjuðu með göflum og lítilli skrifstofu hérna niður í einhverju götu við Laugaveginn og núna þeir komnir í þeir að framleiða bara heil hjól? Framleiða heil hjól og meira þess að farnir að framleiða götuhjól og eru víst einhver fleiri hjól að koma frá þeim, ég veit ekki hvað það er. Já, byrjuðu þeir ekki með götuhjól? Nei, byrjuðu með gafla. Já. Fyrst fjallahjólgafla, síðan gafla fyrir breiðhjól eða fatbike. Já. Síðan komu gravelhjólin og urðu vinsæl og eru að verða vinsælli og vinsælli. Þá ákveða þeir að búa til gravelgafal og síðan gravelhjól í kjölfarið á því og síðan götuhjól. En hvað, nú er þá nýja hjólið, það er trekk og ert þú þá bara trekkmaður upp og niður, út í gegn? Hef verið það, já, síðan 2008 þá hef ég verið styrtur af trekk. Hann kannski aðal ástæðan fyrir að hérna að fara eitthvað djúpt í það, þá var ég náttúrulega að vinna hjá Lauf og þeir létu mig fá gravelhjól og svo kom götuhjól og það var svona kannski þessi konfliktar sem að urðu til þess að ég er ekki lengur að vinna þar. Ég vildi vera áfram á trekkhjóli sem að náttúrulega gekk enga veginn upp sem skiljanlega. Þannig að ég raun og veru fórnaði vinnunni minni fyrir það. Fyrir trekk? Fyrir trekk. Vil ég sjá trekk tattu? Nei.
Já. En þetta hjól sem við varst að lýsa hérna, hvað er þetta, veist, hvað er þyngdin á svona hjóli? Þetta er svona í kringum 7 kíló, 7,5 kíló eitthvað svo leis. Jesus. Þannig að þetta hefur alveg, ég hef alveg verið með götuhjól sem hefur verið undir 6 kílóum. Það var eins og tísku. Já. Fyrir nokkrum ári síðan þá var það eins létt á hektir. Já. Svo fór að koma veist, að þurfti að kljúa vindi sem best. Það er svona cirka bát í tísku núna. Og ég meina, þú veist, svo eru þarna einhverja svona UCI reglugerðir að sjálfsögðu varðandi, er það ekki lámast þyngd og eitthvað? Jú, það er það sem að kannski hefur kannski svona tafið þróun pínlítið á þessu. Eða tafið. Stoppa þróun er UCI, alþjóða hjólreiðasambandi. Þeir setja reglur að götuhjól megi ekki vera undir 6,8 kíló fullbúið til þess að keppa. Já. Og hjól í dag getur leikandi verið langt undir því sko. En þannig að þú veist, ég meina hafa menn ekki verið eitthvað bara, þú veist, teip einhverja skiptilikla og eitthvað á hjólinn sín til þess að ná þyngd. Það var svolítið svoleiðis en hérna menn fóru bara að hugsa út í aðra hluti, þú veist, að reyna að ná tíma gegnum aðra hluti, til dæmis loftflæði er orðin rosalega stór hluti af þessu í dag. Það var til dæmis, ég var að horfa á vídeo núna nýlega þar sem að vera að tala rakaða lappir sem er nú kannski hérna stærsta málið í hjólreiðum sem að maður er oftast spurður þetta kannski skiptir ekki stór máli en hins vegar ef við tölum afl ef við tölum að við erum á 45 km hraða og erum að taka tímatöku bara einn á móti klukkunni á tímatöku hjóli 40 km keppni þá sparar rakstur á löpunum 13 vött Er það? Já, 13 vött sem að myndi þýða 50 sekundur á 40 km tímatöku. Já, sænt. 50 sekundur. Það er ekkit. Ef við tökum hálfan járnkall þá erum við að tala 1,40 eitthvað svo leis. Já, einmitt. Þannig að Börtur Einarson myndi ekki standa sig vel þar. Nei, sennilega ekki. Nei. En ég sá nú einhvern tímann einhverjar mælingar með andlitsskegg. Það sem að þeir þarna GCN gæjarnir gerði einhverjar tilraunir bara í vindgöngum. Já. Og það virtist ekki hafa neitt að segja. Nei. Að menn væru með þarna skegg framins. Þetta er bara, lappirnar eru svo stór flötur. Já. Þetta er bara þetta er reyndar alveg ótrúlega munur og með þess að gaurinn sem var að testa þetta hann var ekki mjög loðinn á löpunum þegar hann fór fyrst í vindgöngin og síðan aftur sko. Og þetta er mjög nákvæmar tölur þannig að þetta er ótrúlega munur þú getur keypt þér munurinn á mínu hjóli og þínu hjóli í loftflæði er kannski 10 vött skilur við en að ódýrasta hraða aukningin væri að raka á því lappirnar fyrir utan hvað er náttúrulega mjög sexy og flott sko. Já. Það er alveg dilt það sko. Gunnar hefur mikinn áhuga á öllum svona líkamsrakstri. Ég elska að vera alveg loðinn út allt sko. Já, einmitt. Ég aftur á móti sko, ég vil helst hafa stjórn á hverju einasta hári líkamann sko. Og það er einmitt svona, þú veist, þó svo kona mín sé líka íþróttakona í hjólasportinu að þá er þetta samt svona samkomulega okkar á milli að ég fæ að raka mig á sumrin en þarna ég er ekki ennþá búinn að því sko. En svona við tölum aðeins rakstur á löpum stæðst ástæðan fyrir því er að þeir sem detta á hjóli á malbyggi þeir vita að það er rosalega vont að vera eiga við þessi sár á löpunum kaflóðin þú ert að skipta umbúðir einu sinni á dag og svona þetta er mjög vont að vera með hár þá. Já, og líka maður er að fara reglulega í nudd. Já, akkurat. En það er svona eina af ástæðan. Það er ekki bara, fyrir mér er það aðal ástæðan að þegar ég dett, því ég veit að ég dett einhvern tímann. Já. Það er mjög vont að vera eitthvað eiga við sárin þegar maður er kaflóðinn. Já. En svona þarna, langaðir að tala illa einhverjar hjólategundir? Nei, alls ekki. Hjól í dag eru raun og veru ótrúlega svipuð alveg saman hvað framleiðandinn heitir það er náttúrulega ég hef alveg sest á hjól hjá þekktum framleiðanda og bara hvað voru að gera hér það var líka bara hönnun á hjólinu ekkert sérstök og það er til dæmis eins og lauf gravelhjólin ég þekki það náttúrulega mjög vel ég bara pröfaði það
fyrstu prototípurnar og þangað til að hjóli kom úr framleiðslu. Þetta eru ódýr hjól sem að eru hönnuð af örfáum og í raun og veru ótrúlega lítil svona pröfun sem á sér staðar fyrir framleiðslu, en samt eru hjólin ótrúlega góð. Hins vegar finn ég alveg þegar ég sest á drekkhjólið mitt, graflhjólið mitt, að það er allt öðruvísi. Og það er, maður finnur alveg, ég er með mikla reynslu og mikla ásett á hjóli, ég finn alveg að það er eitthvað búið að eiga við, það er eitthvað búið að hafa fyrir því að hanna ýmsa hluti í því. Þá er ég ekki að segja að laufhjóli sé lélegt, þá er ég bara að segja að það er búið að eyða miklu meiri pening, þú ert að borga miklu meiri pening fyrir þessa auka hönnun, sem að er að mínum mati betri. En auðvitað er þar með sagt ekki að, ég get ekki sagt að að íslenska laufhjóli sé lélegt. Það er bara mjög gott og sérstaklega að þú ert að borga miklu minna fyrir það. Já. Og venjuleg manneskja sem að hjólar ekki 20 klukkutíma á viku hverja einustu viku finnur enga mun á því. Já. En svo náttúrulega hefur laufhjólið fram yfir öll önnur hjóla, þeir eru með flottan gaffala framan sem er þeirra aðalsmerki. Já. En þú veist, það hlýtur nú að vera eitthvað merki sem að svona eitthvað, nei, ég myndi ekki hjóla á þessu. Já, ég get alveg sagt eitthvað merki, en ég ætla ekki að nefna neina nöfn. Það getur komið illa út. það er alveg stóri framleiðendur og sem að sem er ekki alveg með þetta, að mínum mati, svo getur vel verið að sé ykkur annað sem að elskar það, sko. Ég man bara til dæmis eftir því, ég get alveg sagt að fyrsta fjallahjóli sem ég fekk frá Trek, þá er ég að koma af Scott. Það var alveg glatað. Já. Það var bara, veist, mér fannst það bara ekki gott, sko. Og það var síðan alveg umtalað eftir það að þetta hjól hafi engan veginn verið nægilega gott. Þetta er 2008. Já. Og bara næsta kynslóð eftir var bara allt annað hjól og miklu betra og út frá því eru þeir bara miklu betri í þessu. Þannig að, veist, stóru framleiðin geta alveg gert lélega hluti líka, sko. En þeir eru yfirleitt fljótir að bæta úr því ef að umtalið verður þannig að þetta er ekki nægilega gott. Já. Þá fer bara hjóli ekki að seljast. Þeir verða að gera þetta gott. Eitthvað, hljóma svona svolítið eins og þú sést frekar komin inn á tilfinningu frekar en tölubrautina, fattaru, að þú svona æfir og keppir út frá tilfinningu í staðin fyrir að vera með eitthvað bara eitthvað Excel-skjal sem að þú bara, þú veist, æfir og keppir eftir. Það er bara nákvæmlega þannig og í raun og veru eru æfingarnar mínar þannig að veist, ef við tölum um æfingu þá er æfing að gera eitthvað á æfingu, þá er ekki bara hjóla. Ég reyna að velja með bara hóp sem er hraður og það sem er verið að hjóla hratt og taka á því og hjóla keppast upp brekku í staðin fyrir að vera einn að hjóla upp og niður ykkur brekku og taka ykkur interval. Svona lótaæfingar. Svo bara þess á milli er ég bara að hjóla og njóta. Já. En hins vegar ef ég er á hvíldardegi eða þreyttur og það er einhver góður hópar að hjóla á Þingvelli og ég veit þessi hópur er hraður, ég ætti ekkert að vera að hjóla með honum þar sem að hann væri of hraður fyrir prógram dagsins, eða fyrir pælingu dagsins. Ég myndi bara fara í hann hóp og vera sem bara í pásu daginn eftir, sko. Ég væri ekkert eitthvað að stressa mig á því ef ég væri á okkur recovery degi eða einhverju svoleið, sko. Eins og að ég væri á prógrami þá þurfti ég að vera svolítið strangur á þessu. En ég reyni bara að hjóla og svona pínu að hlusta á sjálfa mig, bara hlusta á líkamann, bara, heyrðu, nú ertu orðinn þreyttur, þá annarkvort sleppur ég að hjóla eða hjóla rólega í dag. Nema bara að það sé ykkur ívent sem að ég dett inn í sem að krefst þess að ég hjóla eins hraðar. Þá hefur það engin sérstök áhrif á framtíðina, sko. En einhver svona, þú veist, gefur upp einhver persónuleg tölugildi, eitthvað FTP og Max Pulse og VO2 Max og allt þetta? Já, ég veit í raun og veru í dag ekkert eitthvað nákvæmlega þessar tölur, en ef við tölum hámarkspúlsinn minn sem skiptir í raun og veru engu máli fyrir neitt, hann er alltaf ekki svona í kringum 180 í dag. Já. Ég hef alltaf verið með frekar lágan hjartslátt og
og ég er með mjög stórt hjarta, en ég er með mjög lágan hvíldapúls líka sem fer alveg niður í 30 og eitthvað, 33 eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svona púlsinn. Vaffotur Max hjá mér, ég hef alveg náði upp í svona nálægt 80. Þá, en veist, svo getur vel verið að það hafi eitthvað tíma verið hærra sko, en ég hef ekkert verið að mæla reglulega og ekkert verið að pæla neitt sérstaklega í því sko. Og svo tölum við vöttin sem að langflestir vilja tala um, þá tölum við hérna vött sem ég gæti faktist séð haldið í klukkutíma sem að væri þá threshold powerið mitt eða þröskulds powerið mitt. Það er svona í kringu 380, svona kannski 390, eitthvað cirka svoleiðis. En ég tek að fram að það geti verið 360 þess vegna, ég er ekki nákvæmur á því, það geti þess vegna verið hærra sko. En mín tilfinning í dag er, það sem ég skoði í mínum tölum er að hérna, það er svona cirka þar. Ég er hins vegar ekkert að pæla í þessu og ég til dæmis hef ekki stíð á vikt í mörg ár sjálfur. Mér er alveg sama hvað ég er þungur. Þú bara tekið eftir fílinu? Já, bara þú finnur það og fyrir buxurnar eru þröngar og hérna, ok, ég veit ég eitthvað aðeins. Er ekki spandexin alltaf þröngur? Já, bara, veist, þú ferð í þessu örfá skipti sem ég fyrir gallabuxurnar mín og það er, beltið er í öðru gat í dag eða veist, oftast nær er það í hináttina, buxurnar eru svolítið víðar í strengin, sko, þannig að kannski þarf ég að fara að borða meira og það er kannski það sem að er svona aðalmálið í þessu er að þegar maður æfir mikið er að borða ótrúlega mikið, sko, það er aðalmálið, sko, þannig að maður sé ekki að detta í sundur eða kraftlaus kannski ekki aðalmálið að maður sé ykkur líkams ímynd maður sé með kraft, með power og ég í dag er ég í fullri vinnu þannig að hérna, maður þarf að vera með kraft þar líka, maður er að standa sjálfstæðar þannig að maður getur ekki verið aumur. En hvernig er þá, þú veist, ég meina segjum 380 FTP og þá eru væntanlega einhverjir fleiri kallar hérna, þú veist, einhverjir Ingvar og fleiri svona alveg í kringum þessi gildi líka en ef við erum farin hérna út í heim þar sem að við erum að tala um einhverja atvinnumenn þeir eru kannski já, þetta er veist, bara eins og þessi bestu gaur þeir eru kannski svona í kringum 450 pluss kannski sem eru aðeins minna en þeir eru náttúrulega, þeir geta verið 380 líka en þá eru þeir kannski 59 kíló sem er svolítið munur þú ert að hjóla upp brekku en þá eru þeir kannski mjög lélegir í að hjóla flötu og lélegir að spretta, kannski ná ekki upp fyrir 1000 vött sem við náum, veist, við sem erum 75-80 kíló, ég veit ekki hvað ég þungur eitthvað starf á því bili veist, ég næði leikandi yfir 1000 vött veist, í svona spretti, þá er ég tala um bara veist, í 5 sekundur eða eitthvað svoleiðis en þetta er einmitt sko bara einmitt þessi vikt og þessi svona holning á hjólreiðamanni að þarna sko það er verið að sýna annað season núna þarna Tour de France og þá sér maður oft bara inn á hótelherbyggi eða inn í rútunni þegar þeir eru þarna bara hálfnaktir og þá einhvern veginn sko þeir bara sko líkaminn á þeim bara neonhvítur og bara sko algjörlega sko laus við bæði vöðva og fitu það er bara þeir líta bara út eins og einhverjir sko helfarafangar sko liggur við ég hef hitt atvinnumenn sem eru þá bara pjúra klifrarar sem eru þá bara gerðir til þess að fara upp brekku og ég er nú ekki þykkur og það er ekki mikið utan á mér en mér leið bara eins og ég væri offitusjúklingu við hliðina svona í alvörunni og horfir á mynd á okkur hlið við hlið þá maður bara veist, þessi gaur, hann lítur út venjulega á mynd eða svona tiltölulega þegar hann er í peysu eins og þú stendur hliðina á honum þá er þetta bara eins og hann aldrei fengið að borða bara eins og okkur 12 ára krakki og samt getur hann hjóla eins og anskotin sko að því ég minna, þú veist, svo eru þeir ekkert með einhver brjálu bölk í læri eða neitt, sko. En það er, sko, þetta eru náttúrulega svona flokkar í hjólreiðum, það eru klifrarar, það eru sprettarar. Sprettarar eru alveg
eins og ég bara, veist, svona freka venjulegir ja, venjulegir eru svona, veist þeir myndu líta út fyrir að vera venjulegir hliðin á þessum klifrurum bara, veist, þegar þú sér á hjóla hlið við hlið þá er þessu séu bara einhver tröll Já. En svo eru þeir ekkert tröll í alvörinni sko. En veist, þetta eru svona þessi flokkar veist, svo eru svona klassíkar gaurar, þeir eru líka aðeins svona stærri þeir eru þyngri, svona í kringum 80 kíló og þeir þurfa ekki að fara upp mikla brekkur, ekki langa brekkur allavega og þeir eru bara gerðir til að hjóla á flötum vegum og svona pönsi litlar brekkur og svona alltaf klifrarnir sem eru bara ekki neitt og þeir bara, lífið þeirra gengur út og það borða ekki neitt Já. þeir borða miklu minna heldur maður getur ímyndað sér vegna þess að þeir verða bara að vera léttir bara svona eins og skíðastökkvari, maður má ekki borða neitt Já. Eða knapi já, akkurat Eitt góðsíp í kvöldmatt já, En þarna, það er meira En meira, við þessi vél dottin út Já. er þessi í gangi og þetta er í gangi Já. En þarna, sko, þú hefur hjólað hérna bara út allt á Íslandi, nánast, er það ekki? jú Og þarna, ertu með svona einhverjar uppbólsbrekkur, uppbólssegment? Uppbólsstaðurinn minn að hjóla á er Vestfirðir eru mjög heillandi en hins vegar er að hjóla nóttinni sumarnóttu þar sem að er alvöru sumarnótt þá er ekki að tala rók og rigningu heldur logn og svona tiltölulega hlýtt það verður einhvern veginn allt á Íslandi fallegt ég veit ekki hvað það er en svo veist þau nálgast morgunin í júní, lok júní það er að koma fuglasöngur það er að lifna við svona, það er að koma dagur það er einhvern veginn ekkert sem toppar þetta og þetta eru minningar úr til dæmis á Sæklaþóninu, Suðurlandið vera undir morgun þar í hjólagallanum sínum einhvers staðar einn út í náttúrunni það er, einhvers staðar miðanóttu, það er ég get ekki lýst í, það er einhvern veginn bara verður allt einhvern veginn fallegt og stórkostlegt og flott eins og hjóla ég hjólakeppni á Vestfjörðum í fyrra þá var start á miðnætti og hjóla alla nóttina og þá reyndar spáin var ekki góð en það var mikið rók en það var einhvern veginn ekkert úr því þetta er eiginlega svona það sem situr eftir síðasta sumar hjóla í gegnum nóttina Já. Mér finnst það bara já, eins og ég segi, mér finnst bara eiginlega hvar sem ég er þá er einhvern veginn það verður einhvern veginn allt fallegt á þessum tíma uppbólsbrekka, ég get ekki nefnt neina sérstaka brekku sko, og ekki neitt sérstakt segment þannig, ég er einhvern veginn ekki alveg á þeim staði í dag sko, og veist að uppbólsstaðurinn minn til þess að hjóla, ég get nefnt einhvern, það er á Vestfjörðum líka, það eru Lokinhamrar eða Vesturgatan það er bara, það eru töfrar þar líka þú ert að hjóla undir klettum á vegum sem að ættir eiginlega ekkert að vera að hjóla á það er alveg það eru ykkur töfrar þar líka Þannig að, hvað segir það? Hvað þá? Hjóla nóttunni Ég hef oft hjóla nóttunni, ég vildi alltaf vera svo blekkaður, ég man nú að lítið eftir Það verður á flótta Já, einhvern veginn er að komast heim heill og húi sko. Þetta var bara eins og í gær, við vorum að hjóla inn í nóttina við hjóluðum kannski ekki í nótt en við hjóluðum vel yfir miðnætti og veist, þá var roki farið að detta niður og kom svona kyrrð hjóli gegnum Reykjavík, það er enginn á ferðinni nema einhverjir fullir á hjóli einhverjir blekað eða hopphjóli Nei, en veist, það er bara veist, það er bara vítaminsbrauta í rassinn sko, veist, það er ótrúlega næs Gekkja maður Já. Þetta er alveg búið að vera skemmtilegra en ég bjóst við sko. Já. Ég er nefnilega með þessi systkini mín sko, og þegar þau detta inn í gýr sko, maður alveg bara ég er alveg farið að þekka hvernig fólk höndlar þetta er svo crossfittarinn sem dettur í crossfit hann talar ekki neitt nema burpees og eitthvað sem enginn skilur og ég reynir svona að vera ekki alveg þar sko. En það er rosalega margir sem koma til mín til dæmis ég er á nýju vinnustað, ég er að vinna hjá Toyota og það er rosalega margir sem að koma til mín og er að fræðast eitthvað og maður er einhvern veginn svona
hvað á ég að fara djúpt í þetta veist, hvað viltu að ég fara djúpt í þetta áður en ég verið leiðilegur ég get farið endalaust djúpt í þetta sko. En veist, maður náttúrulega búin að vera lengi í þessu og ég ekki lengur eitthvað svona halleluja að þetta sé eina í heiminum sko. Margt annað skemmtilegt í heiminum og það ef við tölum staði að hjóla þá það kannski það sem svona líka orðið komið inn hjá mér að rannsaka nýja staði á hjólinu ég kannski ekki beint að setja tjald á Böglaberun og fara að staði en ég svona að fara explora staði sem að gaman að hjóla ekki bara á Íslandi Endar á svona liggihjóli? Nei, ekki nema bara eitthvað breytist og það þetta slasast eða eitthvað svoleiðis sem að gera verkum við þurfa að hjóla öðruvísi Hefurðu prófað svoleiðis? Já Ég pröfa eiginlega allar típur á hjóli sko. Já, þetta svona sérstakt þetta einhvern veginn ekki alveg náð fótfestu en sumir eru bara eitthvað líkamlega skaddaðir bara eitthvað komið fyrir slys eða eitthvað Þekkirðu Magnús Bergsson? Já Hann býr hérna á liðinu og hann náttúrulega algjört legend sko. Hann ofta á þessum hjólum sko. Já, hann var náttúrulega í peysu sem stóð einum bíl færra Já. Og var alveg grjótharður á móti bílum ég held að hann sé þetta komin á bíl í dag Já, en það af illri nauðsyn sko. Já, hann var alltaf að flytja alltaf ykkur hljóðgræður með sér og, Já, einmitt og Það ekki langt síðan, heldur séu bara 2-3 ár síðan hann tók bílprófið sko. Já, það alveg bara maðurinn örugglega að verða 60 sko. Og hann í raun og veru alveg svona ákveðin fyrirmynd í þessu hjá mér sem svona samgöngu hjólari og kannski aðalega þegar ég sá lappirnar á hann þá bara segja, þetta málið sko. Þetta bara svona Já, þetta bara svona drumba sko. Hann rosalega sko. Það alls konar sögur í kringum hann þegar hann ég hef heyrt sögur að því hann sjóði sér bjú og notið sér vatni og hellir bara kaffi með því Það kemur mér ekki á óvart og það svona, hann þannig karakter bara frábærgur, ekkert út á þannig að setja sko. En ég síð ekki bý mér ekki til kaffi bjúkaffi Oh my god, við þurfum vel að fá hann hérna hann líka með mjög hvað ég að segja sterkar skoðanir á svona ýmsum samfélagsmálum Ég hugsa líka bara að þú færð mjög pólitískur Já, þú færð alveg sko hvað maður að segja, það ekkert búið að snirta til skoðanar hans, það eru bara beint út Já. Og alveg saman hvað það Ég var búin að nefna það við hann sko, hann svona jankaði því sko Já. Ég gæti dreigað hann inn sko Já. Þetta maðurinn sem að sko stofnaði hann ekki fjallahjóla klubb Íslands bara Já, hann örugglega einn af þeim sem stofnaði það sko Já, það mitt Hann legend, hann alveg svona einn af þessum hjóla legendum sem eru kannski, hann hefur held ég aldrei keppt en hann bara hjólari bara út í gegn sko. Svona alvöru hjólari Notar ekki hjálm, hún með drull Já, ég meina, veist það með allir hafa skoðun á því ég alveg grjótharður hjálmamaður og hef alltaf verið ég verið alveg skoðunar annara með þau mál en ég hef alveg séð hjálmum minn brotna og til dæmis þegar ég kyrta mig þá sjá ég hvernig hjálmurinn minn var ég hef ekki viljað að hausinn á mér hafi farið svoleiðis Hvað með þessa kraga? Ekki spyrja mig út ég þekki ekki ég veit ekki núti Þetta orðið mjög vinsælt í Danmark Já, einmitt Mér finnst þetta hræðilega hallarslegt Ég þekki þetta ekki, ég get ekki svara fyrir það er líka til vesti veist, bara sem að blásast upp út betur Já Heyrðu, geggjað, vilt þú eitthvað spyrja hana einhverju áður en ég loka þessu? Hvað heldurðu verður þetta allt í lagi? Ég vona það og alveg pottþétt þá verður lífið og tilhöran alveg í toppstandi ef við stöndum okkur vel og þetta náttúrulega snýst það að við þurfum að halda áfram að vinna ekki bara vinna vinnun okkar 9-5 vinnuna, við þurfum líka bara að vinna í sjálfum okkar og það engin skyndilausn úti og ef við höldum áfram að vinna þá verður þetta í toppstandi sko. Þetta bara geggjað gæti ekki verið betur lokað Heyrðu, Hafsteinn, takk fyrir að koma til okkar Minnsta málið, bara gaman að koma Ég er með eitthvað texta hérna sem ég ætla að enda á það hérna hvað er þetta? Hérna þetta Já, við viljum bara minna fólk á að subscribe eða followa, elta á streymisveitum eins og YouTube og Spotify og það má líka finna okkur
á Facebook og Instagram undir Þvottahúsið. Þá er þetta komið. Takk. Takk. Takk fyrir okkur.